Já, verið velkomin þá aftur í ljósleiðaradeildina. Hér í kvöld verður það Hyper CS á móti Bakkus. Við erum í 5. umferð ef ég mann rétt. Árni Leflöf. Þú fara að vera með mér aftur í kvöld. Alltaf gaman að sjá þig. Ja, we're back. We're back. We're so back. We're so back. Þú ert búin að vera í prófum með það ekki? Miðnæsturusprófum, jú. Það var að gegja maður. Og sleppur eftir þessa útsendinga og farið að full fókusa á prófin. Yes. En þú farið ekki að gera neitt í dag nema að taka smá pásu frá lærdómunum. Þegar við erum að fara að horfa á, ég ætla að segja góðan leik. Já. Af því að, sko, Hyper CS og Bakkus, við sáum Bakkus í síðustu viku. Bakkus, þú útskýrir fyrir mér að þeir væru svona ekki eins snirtilegir, já, og hinn liðin út, þeir eru bara ekki búin að spila eins lengi saman, kjarnin eða allur kjarnin, svona. Já, þetta eru auðvitað tveir mismunandi kjarnar þannig séð sem að mergea saman og svo á móti hefur líka verið 50 spilarinn þeirra hefur verið svona smá fljótandi, það hefur ekkert verið sami gægin sem að spila alltaf með þeim í þessum umferðum, þannig að þú veist, það hjálpar auðvitað ekki þegar þú ert að mergea 2 kjarna að vera með svona mismunandi line-up. Er þá hugmyndafræðin að breytast eða eru þeir, ég meina þeir hljóta að vera með einhvers konar svipaðan playstíl fyrst þeir mergea yfir höfuð, er það ekki? Ætla þess ekki fyrir ekkur út af einhverju necessity en þetta stæðsti munurinn er að þetta eru 3 mismunandi leikmenn sem spila á mismunandi hátt og ég meina það gæti alveg eins verið líka að þetta séu gæja sem spila mismunandi stöður og þá svona er fólk bara að fylla inn í stöður og það er svo mikill breytanleiki milli leikja, þú veist þannig sé ekkert hvað er að fara að koma 2 leiki í röð, sko. Það er alltaf eitthvað sem að þarf að fórnast einhverju stöðu eða fá ekki að spila allir sína uppáhaldsstöðu. Það er svolítið rare nema á sér búin að vera að byggja liðið í langan tíma frekar. Já, of course, og þegar það er talað að byggja upp liðið á Íslandi þá er að tala þú veist, mestmægnis kannski mikið af face-it-leikjum og mikið þannig bak við hendunar og það er það sem að faktorið inn sem gott lið er að þú ert búin að spila svo lengi saman að þú þarft ekki að tala litlu hlutna, þeir bara gerast. Nei, einmitt. Og þú missir það í raun. Akkurat. Við kannski fáum bara upp fyrst við erum að tala Bakkus, hvaða leikmenn eru núna að spila í kvöld, við vitum ekki, kannski er eitthvað mannabreiting, veist þú eitthvað á bakvið? Nei, ég veit ekki hérna. Johnny inn, ok. Johnny er inn og kemur í staði fyrir eitthvað neða. Nei, var hann síðast? Hann var senast. Þetta er bara sama liðið, ekki? Jú. Það er Blaster, Senni, kannski bara öðru í þessu uppsett hérna á skjánum fyrir ráminn. Blaster, hann var samt standinu, eða ekki? Nei, ég held að hann sé einn af þú veist, Blaster og Senni er hinn kórinn sem að mergear inn í Bakkus-kórinn. Já, svoleiðis. Eða þú veist, kórinn, þetta er 2 og 2 og svo er fljótandi 50. Þannig þetta er svona, 2 kór en vanlega talað kór sem 3 leikmenn en þú veist ég skil akkur glotti kom til að ég nefndi upp Blaster út af því að ég man líka eftir Blaster í síðustu viku. Og besta er að þú callar að þú sagði þegar Blaster er on, þá er hann on. Það var engin lygi í því. Við gáðum honum ekki meira að segja MVP hefði þetta verið Bakkus sigur allavega er engin annar sem stóð svona upp úr nema Ofvirkur, hann reyndar átti rosalega góða leik í Dust 2, hann átti rosalega góða leik í Dust 2 og það var svona betra seint en aldrei en hann, hefði geta verið með í hinnum uppbúrum og þá hefði bara verið lock-in eiginlega. Já, en Ofvirkur á Dust 2, þú svona býst við því að hann sé með 25 frögg. Það er bara svona það er eiginlega bara væntingin. Maður horfir kannski á Óla Ofvirk í öðrum möppum og maður er svona, ok, fínn leikur en ef Óli er ekki með 20 frögg í Dust 2 þá er það lélegur leikur, sko. Einmitt. Svo erum við, hún nefndir Senni, Ofvirkur, Ofvirkur, hann er bara appið þeirra. Johnny, No Brain, þetta er bara Bakkus lið og ég meina við búist við, ég býst við svipu slag frá þeim. Þeir eru nú ekki á móti sterkasta liðinu hinga til í úrvalsdeildinni og fyrst við tölum hitlið og kannski fáum við það bara á skjáin hjá okkur. Það er Hyper CS. Ég held að ég hef ekki lýst þeim hinga til í deildinni. Nei, það er bara, þannig að við fáum kannski upp eins og ég segi, Hyper CS á skjáin okkar. En það er eitthvað í gangi á bak okkur, ok, býðum þá bara með það. Johnny og No Brain, ég reyndi að tala ekkert þá núna, við vorum að lýsa þeim. Johnny, hvaða ról spilar hann svona fyrir þá sem eru heima og vita það ekki beint? Það er auðvitað að segja, því að
Johnny þannig séð nýlega kominn inn í liðaheiminn, þannig að rólið hans kannski aðeins meira fljótandi, sérstaklega því að hann þú veist, í þessu liði þá ertu með akkeri-spilara, þú veist, vanlega erfiðast að finna einhvern akkeri-spilara, þannig að þegar einhvern nýr kemur inn, þá svona einhvern veginn fer hann bara í akkeris-róliða því að hann nýjastur, sko, en í þessu liði þá þarf hann eiginlega ekki að gera það, þannig að hann virðist vera meira fljótandi, þannig að það líka hjálpar, ég meina, þú ert meira inn í leiknum sem fljótandi spilari, þú veist, algjörlega. Ef þú situr á ramp í 15 ránd á mjúk sétilhlið, þá var kannski action í einu rándi. Já, og ef þú færð action þá ertu líka standað í því action til að þú ert eitthvað eftirminnilegur. En já, ok, mér langar að fórna staðins því að þú ert að tala akkeri og ég ekki, sko, ég veit hvað akkeri rólið en hvað það sem að gera það svona erfitt að vera akkeri? Fyrir utan náttúrulega, já, þú ert einn og þú þarft að sjá að ná 2 í staði fyrir 1 eða multi-kills kannski frekar. Er það ekki líka bara að call a rotation þegar það vantar bara, reyna að lesa svolítið leikinn á hinni hliðinni? Já, þetta þú ert að hugsa leikin allt öðruvísi því að stæðsti punkturinn sá að þegar þú ert akkeri-spilari þá hefur oftast ekki stað til að bakka á. Einmitt. Þannig að rotatorinn hann getur bara bakkað en þú ert inn á bombsætinu, það ekkert sem þú getur gert, þú nærið ekki að leigja þig aftar, heldur þarft þú bara að standa í fætunar og tækla árásina þegar hún kemur. Já. En það líka, þetta allt annar hugsunarháttur að því leitinu til að það í raun ekki gott fyrir þig að deyja þótt þú náir einum því að map-kontróli sem þú missir verðmætara heldur en killið. Nema að sé, þú veist, eitthvað ákveðið kill sem að gefa þér eitthvað ákveðið Já, situational limit, en svona oftast eins og talar 5 á móti 5 og þá, þú veist, já, akkerið, þú vilt svolítið ná að minnstakosti tvist áður en þú fellur, en þú sagði líka, þú getur ekki bakkað, en þú getur reynt að spila utan þitt sæt og það það sem við köllum þá góðan akkeri spilari, hann kannski alltaf predictable þó svo að hann hér. Þá hann kannski ekki á nákvæmlega sama stað og með svona sín eigin plays í gangi. Já, það auðvitað mun auðveldara að vera unpredictable þegar þú ert með, þú veist, rotator-spilara sem að gæti eins og Nuke gæti byrja í secret eða í rain eða í vippa, en þegar þú ert rampspilarinn, ég meina, hvernig kemur það kemur engum á óvart að þú sért á rampnum, þannig að þú þarft að vera mun meira creative og skapandi í því sem þú ert að gera. Það setur auðvitað mikla pressu á þig sem leikmaður því þú ert að basically vera þessi gæi sem að þarf að drepa en má ekki deyja, þarf að halda í map-kontrólið en ekki svo mikið að hann gerir mistök og deyji, þannig þú ert endalaust að vera balansaði í öllum svona hlutum. Þú þarft að gera ótrúlega educated ákvörðun hvað best að gera. Þess virði að taka slaginn eða frekar að bakka og halda fleiri mönnum á kortinu eða fórna þessu map-kontróli og einmitt svona. Og líka, þú veist, þetta eru ákvörðunum sem þú þarft að taka á 1 sekúndu. Já, akkurat. Þú veist, við höfum ekki tíma hérna til að spjalla eins lengi og við getum til að taka svona ákvörðun. Það bara 2 mínútur í einu rándi, sko. Akkurat. En follow-up, hver eru svona bestu akkeri-spilararnir á Íslandi? Algjörlega út í loftið, þetta bara svona til að gefa mér kannski meiri hugmyndum hverjir standa út? Já, það eru þetta, þú veist, maður hugsar Tony, maður hugsar Peter. Já. Þetta eru 2... Steppi Clever. Hann auðvitað ógeðslega góður akkeri-spilari, kannski ekki lengur en var það. Já. Svo fer maður að svona hugsa, ok, núna þarf ég lista, sko. Já, til að gera einmitt. Já, því lengra sem þú ferð þá byrjar meira að fá svona hybrid, þú veist, ekkert eitthvað akkeri og líka eitthvað svona sem að vilja kannski ekkert akkera. Þú veist, það mjög lítið af akkerum sem að vilja akkera. Skilðið. Það alveg kannski helling af akkerum en þau vilja það ekkert allir, sko. Þetta ról sem að sútar ekki alla. Nei. Og maður skilur það svo sem, en Tony leið og sagði það bara, já, það mitt bara svona, hann líka virkar eins og típan til að vera svona akkeri. Það þetta, Tony á A-side Mirage til dæmis, bara, það alltaf erfitt að tækla við hann í vörninni A-Mirage. Já. En já, ok, þá vona ég að við getum kannski fengið yfir til okkar Hyper CS liðið. Hér eru þeir. Það Dr. Kiro, Ninja Doc eða Cairo, Drjóli, Suck og Snowy.
Þetta bara venjulega liðið, það ekki? Þetta main line-upið? Þetta main line-upið og ég held að þeir séu búnir að spila alla leikina sem þetta 5-manna core. Þeir eru með 1 mann á bekknum sem ég man ekki alveg hver en ég held að hann hefur ekkert spilað sko. Nei, ég sá, ég lígaði þegar ég segi að ég hafi ekkert líst þeim á þér. Ég man núna að ég var meira sem með þér eða er ekki rétt sem þetta væri svona goldmerki sko. Já, með brauðið. Já, með brauðið. En ég held ég hafi hort á Kíró taka það var eitthvað Rotate í Ancient afsakið. Það var Rotate í Ancient þar sem hann ég segi ekki outplaya sig sjálfan en sko leiðilegt að koma þetta bara upp en ef þið nákvæmlega þessum mistökum sem hann gerði. Nei, sko, þetta var eitt af þessum playum sem voru geggjuð ef þetta hefðast. En þetta var bara svona, já, hann var einu skref á undan sér líka, sko. En það sem ég reyna að segja að HyperCS, þeir eru alveg með góðar hugmyndir og ég sá það á tísætinu hjá þeim að minnstakosti í Ancient. Ég man eftir því, þeir voru bara ekki að fá að gera neitt og þar voru þeir, ef ég man rétt á móti, bara Dusty. Jú, það var Dusty leikurinn mitt sem bara svona, þú veist, Goliath versus, þú veist, þetta smá munur hann, þannig að ég meina það að ég segja hugmyndina þeirra ættu örugglega að brjótast betur á móti liði eins og Bakkus sem ekki kannski Goliath, akkurat. Já, þú veist, þessir gæjar eru meira team-based, þú veist, þeir vinna saman mun meira heldur en eins og Bakkus gerir. Þú veist, þegar Bakkus er ekki með mikið að leikjum saman, það þetta algjör andstæða, því að þessi gæjar hafa verið saman í liði í alveg nokkur tímabil í fyrstu deildinni, til dæmis, og þeir spila líka. Þú veist, ef maður horfir á mappúlið, það reflektar svolítið mikið spilastílinu þeirra því að þeir vilja fá þessi svona team-up, þú veist, þeir spila nuke, þeir spila overpass, þú veist, þessi svona non-puggy hefðbundi up, af því að það fittar þeirra spilastíl mikið. Þannig að þeir ættu í raun að geta refsa liði sem eru frekar á þessu star power, eða svona, ég segi ekki puggy playstili bara ekki á þessu leveli sko. En já, þar sem að þú veist leikmenn geta tekið leikina í sínar eigin hendur þá er þeir allavega með svona meira snirtilega vörn kannski frekar og sömulegis tísat þetta segja líka þú ert með flott executes en það þarf að vera til þess að Bakkus sé ekki með eitthvað högg á móti sko. Já, það er eiginlega svolítið svoleiðis en það er þetta líka sem að hjálpa þeim að þeir eru á móti tveim mismunandi kjörnum sem að koma saman þannig að það er svona, ég myndi ekki segja að það sé direkt counter að vera með pugg-lið og taka liðastíl á móti en þegar þú ert með pugg-lið sem hefur ekkert spilað mikið saman þá 100%. 100% og 100% ætlum við að fara yfir í vítóið eða vítaspinnuna eins og við kallum það síðustu viku. Það er þannig, já, ert þú með eitthvað möpp sem að þið dettur í huga ætti að komast inn á upp? Já, fyrstu 2 bönnin eru augljós því að þau banna alltaf sumum upp. Það er Ancient hjá Bakkus og Mirage hjá Hyper. Nú langar mig bara að sjá Mirage og gullfallegt kól hjá þér. Svo pikki hjá Bakkus, þeir hafa mikið verið að pikka nuke en ég held að það er betra fyrir það að pikka Dust 2 hérna af því að Hyper bannar alltaf Dust 2 í annarskiptið. Þannig ef þeir banna ekki Dust 2 þá fá þeir ekki að spila Dust 2. Það væri skellur. Og Blaster er yfirleitt bestur í fyrsta mappinu þannig að þá ertu með Blaster og Overk í Dust 2. En þeir ætla samt að fara í Train, hann var reyndar alveg flottur þar líka. Já, Train er fínt mapp, Overpass það er augljós líka þannig núna er þetta líklegast nuke sem last. Ok, Bakkus banna Dust 2, það er áhugavert. Hyper banna nuke. Ok. Þetta leit, ok. Kemur þetta óvart eða er þetta eitthvað sem var möguleiki á að gerast? Já, mér finnst það smá furðulegt, sérstaklega sko að Hyper banni nuke til að fara í Inferno frekar að því að Hyper, þeir eru mjög svona augljósir í vítóinu að því leitinu til að þeir eru nýrra lið, þeir eru ekki reynslu miklir sem liðsheild þannig að þeir hafa í raun bara verið að banna 2 upp og spila svo hinn en Inferno það er svona aðeins nýtt sko. Þannig að þeir eru kannski aðeins að opna mappúlið sitt meira með þessu eða allavega að gera tilraun á því. Já, mögulega. Ég verð að segja sko, Overpass út af því að þetta nú er ég svolítið búin að vera að spila Overpass undanfarið, minnst bara gaman að fá að spila mappið. Þetta er geggjama. En
að minni mig samt á, vá hvað þetta erfitt mapp þegar kemur að mappkontróli. Og það eitthvað sem að ég hugsa núna úr á móti lið eins og Bakkus. Þeir kunna allir overpass og ég meina, þú segir, 2 kjarnar, þú getur bara skiptið sér tvennt og þú veist, að því að þetta svo, sætin eru bara hinum en á nettunum við hliðin okkur þau, sko, eða þannig. Já, en það samt sko, með overpassið, það svo gott mapp, eða það í raun besta mappið hjá Hyper, það hefur sýnst þau í leikjunum þeirra, sko, closestu leikjunum þeirra í overpass og Bakkus sem kjarni sem splittaður, það ógeðslega erfitt að spila overpass því að terrsætið mun vera ógeðslega erfitt og CT-sætið í raun, þú ert ekki með neinn util setup eða neitt svoleiðis til þess að fara á móti Hyper, þannig að Hyper mun örugglega ná A-inu mjög auðveldlega bara með einhverjum flössum eða smoke eða eitthvað sem að Bakkus hefur kannski ekkert endilega séð mikið því að Bakkus eru vanir að spila ekki overpass, þú veist, þeir kannski bannaði ekkert í fyrsta en þeir eru enda ekkert þar heldur, sko. Nei. Nú þegar þú segir að leið og nefndir það einmitt að Bakkus þurfa að fara í T-set þá einmitt bara svona, þá snerist hugunum minn einmitt, já. Þeir þurfa að brjóta núna vörn hjá liði sem að spila meira, þú veist, liðisleik eða þannig kallar maður það. Overpass terrsætið örugglega eitt erfiðasta terrsætið í mappinu, sko. Já, ég myndi alveg segja það, sko. Ég held að það sé ennþá þannig, það var þannig í Go allavega. Og ég held að þetta sé, við erum að tala 9-3 bara fínt fyrir terr, 8-4 eða eitthvað, sko. 9-3, þetta ekki góa, við ætlum samt að góa áfram og það train til að byrja með, þannig að við þurfum að klára þetta mapp áður en við förum yfir í overpass. Það sökk á dullunum, komin inn í poppið, framalega eru þeir komnir bara mjög framalega. Bakkus ekki með neitt nema ævið og svo smávegis inn í kompunni. En þá ráðist á ævið og þeir ætla að fara alla leið út núna. Stefnir í A, geta ennþá rappað en þeir ætla samt að fara bara splittinu hér inn á A. Getur Hyper lokað þessu? Þetta ógeðslega erfitt ránd fyrir Bakkus því að Hyper með allt info. Núna gefa ekki neitt fyrir hann að kemur að því og Snowy, hann komin inn nær 2 og bomban fellur þannig að nú Súk 1 á 2 og 1 á 1 var fyrstur lár en verst við þetta nær ekki að klára. Bakkus fer heim með lítið HP, þykku það, pistolið. Þetta leit út fyrir að vera Hyper ránd. Það átti allan daginn að vera ránd fyrir Hyper. Ég meina, þeir voru að fæta í allar áttir og maður svona náði ekki að processa nógu hratt hvernig þetta fór úrskeiðis því að þú veist, þeir voru í raun, við vorum að spekka hana mann ekki hvert sem fór í gegnum smókin og voru að skjóta á 2 gæja sem voru eins og ekki að horfa á hann. Einmitt. Tengingin hefði mátti gerast aðeins fyrr, hann var eini Snowy hérna með hann fyrst en það var engin annar til að hjálpa honum. Þeir ætla ekki að forsa niður, alveg smart move, það dígla á borðinu og 5-7 en þeir spila þetta hægar hjá Bakkus og koma sér hérna fyrir í áttina að B-inu, það getur verið ennþá farið niður poppið eða bara farið beint á móti Bakkus. Þeir eru með pistlu, þeir ná 1-2 killu, hann 3 með uspunni! Þetta 3? Hann fyrsta kontaktið! Uspan svo góð þegar þú ert í svona rándi, bara því að einhvern veginn þá drepur hann bara. Hann líka bara, sko, preisa á hann veit hann dauður en hann dó enga veginn snemma hann átt að gera. Hann satt bara og hann fekk bara að hleypa mikið fyrir kúlum. Dróli nú 1 á 2. Þetta erfitt, það líka verið að halda honum en þegar það erfitt þá það líka hægt og kemur að kóna, ég trúist ekki. Þetta rándið sem að Hyper fær og ok, veistu hvað, fullt hús. Það diglukill, AK-kill og 3 uspur. Og það Snowy, hann með twist í pistolinu og núna þristinn. Og við heyrum chatið að fullu, það örugglega nokkur NS þarna í gangi, sko. Já, ég meina, þú verður að gefa nú það, sko, vá, ok. Það að fara í gegnum hennar smók, sko, ekki bara að fara í gegnum smók, þú þarft að hreinsa bæði til vinstri og til hægri, þannig að fá þetta, það alveg svakalegt, sko. Þetta var svona ADHD special. Róast niður núna, ekki mikið, já þeir forsa samt alveg niður á Bakkus, þeir ætla að kaupa á móti og reyna við þetta. Ég meina, pislur, það eru bara sterkustu byssurnar í þessum leik. Já, þeir eru með nokkra smóka, þannig að það spurning hvort þeir séu með eitthvað plan í huga. Allavega inni líklegt, þeir eru 3 enda í Breiðholtinu bara að bíða.
vonandi þeir að sýna smá pressu úti og virkur fellur í tvist og já, ættu nú niður fjarkanana en hættu við út á smóknum. Þetta eiginlega að fjara svolítið út. Þeir náðu að kasta einum smóknum en og það ekkert map control ofan á það, 50 sekundur eftir, þeir eru 3 með puslur, allir hérna geta verið rólegir, bara styrtir upp 2, 3 og spila þetta bara mjög vel. Kiro kom með 1 hérna. Svo ég gerir manninu justice, það Kiro eða Kairo? Kiro. Það Kiro. Ég held hann sé Kiropraktor. Það? Já, ég held það. Ég fer nefnilega til Kiropraktor sko, en það skrifað með í, þannig að maður veit aldrei sko. Það Kiropraktor hérna, stundum. Já. Það getur leta með afslættið það. Það Kiro. Já. Þetta var svolítið fyrirlegt round hjá Bacchus, því að þeir keiftu eins og þeir voru með eitthvað strat, en spiluðu eins og þeir voru ekki með strat. Þeir voru með einhverjar tech 9 og einhverjar smóka og einhver flush, en svo bara einhvern veginn. Einmitt, forsuðu niður en svo kom ekki í kjölfarið einhvern veginn. Já, öðruvísi þeir hefðu verið allir diglur eða eitthvað, en ég meina þeir voru að taka long range fæta með techunum, af því að smókunni fór ekki út og já, þeir voru bara, voru ekki að taka close fæta, þeir voru bara, já. Reyna að draga þetta út, reyna að vera jafn heppnir með pinslunar en það virkar bara fyrir eitt lið. Þetta hins vegar bara svipa round, það ekkert mikið hjá Bacchus í, hvað var það, fjárfestingu, en þetta rosalega vel spilað flassi og ég meina bara einn betur en nóg, þeir fara allir 4 út, þetta bara besta keisnið í stöðunni, reyna að ná sér í gegn, brjóta vörnuna að minnstakosti eitthvað en ekki nóg. Það Overcooked sem að fellur síðan í lokin en 2 kills betur en ekki neitt. Ég meina, já, fengu ekki bombuna en þeir fóru út af það. Þeir létu ekki loka á sig strax. Þetta það sem þeir hefði átt að gera í seinasta rándi? Ég alveg sammála. Ég er einmitt að... Þetta meikaði mun meiri sens. Algjörlega. Þarna voru þeir með 3 P250 og 2 glokkur eða svona aðeins eru þeir að vinna með það. Já, kostuðu jútilinu. Flassið maður. Flassið var gullfallegt og líka bara sýnið þarna hversu mikilvægt 200 kall getur verið frekar heldur en 300 krónar byssa. Þannig að take notes. En við erum hérna... Vappi á Snowy. Engin vappi á Ólaf Virk. Það sem við seinast þegar við spekkuðum Bacchus í train, þá voru þeir mikið að defaulta og ég kommentaði alveg á það að það var alveg umlegt hjá þeim að default þeirra var ekki að skila neinum árangri en það spurning hvort það virki betur á móti liði eins og Hyper. En það nú ekki, og Contour kemur núna í 5 loksins en gott trade og núna innisæti fallið. Þurfa að róta þetta. Algjörlega. Verða að fókna einu manni, það ekkert sem að gerist þar strax þannig að þeir svona ekki alveg á tánum, þeir virðast vera gamla á rétta sæti sem að, svona nokkurn veginn, þeir eru aðeins farnir að dreifa úr sér en eru 3 ennþá hangandi á A-inu. Bacchus eru bara ekki alveg að committa í sitt eigi play held ég. Og nú eru þeir að bústa sökk hérna upp á og þetta maður séð þessa stöðu mikið spilað, þetta rosalega gott info, líka bara svona hægt að fá kill og bakka einmitt. En þeir hægt og rólega færa sig yfir á innri B-svæðið þar sem einungis einn maður að halda núna en þeir eru með snöggt rotate, skildi að koma að því. 35 sekundur eftir og það bara go time núna, fara út með þessu drjóli, hann einn að vera akkeri hérna núna. Það að snúa sig við en Blaster breyta þetta niður og síðan felldur en bomban kemur niður ekkert máðar. Overcooked svona 1.3, rosalega erfitt en bomban að minnsta okkur stil. Já, það var smá spacing vandamál á hana niður fjarkan en ég var líka, allt rándið var ég að reyna að fatta hvar Zenith dó. Ég stýndist hann að lappa í gegnum Ivy-smókin og verið vappaður. Ég var bara, af því að það var ekkert að gerast á mappinu þannig ég veit ekki alveg hvað promptaði hann til þess að skella sér í gegnum smókin en þeir reyna að gera sitt besta út úr þessu og fara þannig inn sem var hárrétt ákvörðun en vandamálið þegar þú ferð inn í 3-4 er að þú vart að finna inn í gæjan hratt og nána strax. Einmitt, af því að auðvitað spila þessi menn bara höfutölulega eru með hana skilur við bara og eru aftar og taka þetta clean. Hyper að koma á óvart verð ég að segja. Það enginn hægri. Enginn flögg. Jæja, Hyper ná að halda vörninu á A. Þetta gott merki komandi gunround. Ég meina, ef A-vörnin solid í train þá mjög erfitt fyrir Terrana að koma sér inn í leikinn því að
vanalegast svona þegar þeir breyta til eða pröfu eitthvað nýtt eða reyna að taka tempóbreytingar á þig, þá það alltaf út tvistinn og ef þú nær að stoppa það, þá stoppar í raun bara allt tempóið hjá terrónum. Já, það bara þá lítið í boði út af því að nú, líka þá eru Bakkus kannski bara að vera í sín megin haus, bara hægar. Ég alveg sammála, þetta eitt af erfiðasta T-set map sem ég spilaði undanfarið núna sko. Það sérstaklega þegar að menn halda þér á einu stað. Það bara svo erfitt að koma til annað staðar. Poppið bara enga veginn sama popp. Nei. Þetta bara heiminn og haf frá því hvað var síðast en það gat verið til að vera killi sem ógast bara nú erum við konum með sæt. Já. En Drjóli, hann aðeins aftar hérna, maður hefur séð menn spila framalega en hann kýs frekar að spila á Electribox. Johnny tilbúinn að trade, hann skildi það koma. Þeir að búast við meira aggression frá Hyper heldur en sér ofverkur í olnbogan á Snowy og þeir svinga út frá þessu. Þar kemur Senni og reynir að strengja með þeim 2 kill en þá allt í einu stoppar tempóið strax aftur og við erum komin í 4-4. Maður komin gumlubombu samt. Bittu. Hvernig komst hann í gegn? En þetta eiginlega börn. Þeir eru með mennina og bara að sjá hvernig ofverkur stemdi. Nú eru þeir búin að sjá síðustu 2 menn inn á sæt, það Blaster og No-Brain. Bomban mun fara niður en fer randið þeim í hag. Nei, Sukkur komið bak, þeir eru aldrei að pæla í þessu að stemma. Stýr sér til Blasterinn en síðan breytaður þar á eftir. No-Brain nær einum en ekki meira. Sök neglið þetta með flankinum. Já, ég vil ekki pæla með Bakkus terrsætið sko, en það þeir eru að gera mikið af því sama og þeir gerðu seinast þegar við spekkuðum Bakkus Train og það ógeðslega hægur defaultinn og contact-playin sem eru bara ekki synkuð. Núna var það Steini að strauja út rauðastíðan það var enginn með honum, það var ekkert fast, það var ekkert support. Svo sem var það fake til að fara inn. En ef hann lappar hana út, það ennþá allir séti hann lifandi, þannig að það eitthvað að horfa á rauða, það ógeðslega erfitt. Mjög erfitt og ég held að þetta hafi komið svona upp úr þurru út frá pikkinu hjá Ofvirk, hann svona að reyna að, ég menna menn ennþá að komsa hvað að gerast í Ivy, þá reynir hann að sína út, en þetta fylgst ekki alveg. Menn eru kannski bara alveg á sama stað, en ég alveg samanlega það sem þú segir með að leikurinn þeirra rosalega hægur, svona default og þeir að reyna að fá bottanir áður en þeir executa. Já, þetta setur mikið stress á Ofvirk með Vappan. Hann náði endrínuna í Ivy fyrir nokkur rándum en þú getur eiginlega ekki stóla á það öll ránd en það aftur á móti enginn að horfa á Ivy hjá Hyper. Blaster komin út og Blaster búinn að svinga. Ofvirk og Johnny komin með 2 kill inn á B-inu og það opnað. Þeir vita meira sér af Blaster í Ivy-inu þannig að hann að trufla einn af rotatorunum. Ofvirkur kom með góðan fyrst þar og ég veit ekki hvernig þessi kill kom ekki fyrr en Hyper ætlaði ég að segja ennþá með 2 leikmenn á móti lágum en það Snowy með Vappan og ég held að það sé ekki bara að gera neitt annað bara að mista. Eða bara hendur með this point sko, ég veit ekki. Við færum hann yfir Ofvirk. Það spurning hvað var að gerast þannig inni sko, því að Hyper byrjuðu 2 inni. En misti að því sko hvernig vörnin féll. Það var einn í 5-munni, spurning hvort hann hafi bara dáið og svo var annar aftarlega í 5-munni að horfa á fjarkan. Og þetta, þú veist, ef maður horfir á þetta setur þá lítur það alveg nokkuð vel út en það bara komið 0 kill held ég frá vörnina á B. Já, gerði það. Það var bara þeir 2 fjallu á sama tíma. Ég sá einmitt heldur ekki, ég var svo upptekinn að Blaster þarna í Ivy-inu. Já, ég var upptekinn að Ivy-inu, sko. Það gæði komið baklane. Þetta er þetta ekki lurk mentality? Já, maður meira einhvertur að minni hlutur hann að sæta þeim, sko. Herðu, aggressionina upp í Breiðholti hjá Hyper ná að taka úr Blaster. Og í fyrsta skiptið í leiknum eða bara það sem að þeir eru svona aggressífir. Þetta eitthvað sem að Bakkus búinn að vera að bíða eftir. Hefur ekki komið fyrir núna. Það reyndar verður einhvern veginn Bakkus í hag. Þeir eru núna 4 á móti 2 og ég sé ekki hvernig þeir geta ekki nelt þetta ránd niður. Ninja Dog gera minnstakosti aðeins meiri möguleika á að vinna þetta ránd með því að finna kill í gegnum smoke. Ofvirkur lágur en Bakkus þeir verða að fá þetta ránd og eiginlega bara fara með því. Nú hægist aftur á þeim. Nú bara einn maður inn á sætinu. Þeir eru búin að skilja hann eftir. Bomban Terspawn. Bomban á Terspawn, það rétt. Úff. Er það sem að trufla á Ofvirkur? Já. Hann nú að minnstakosti Senni búinn að spotta hann hérna í rauð og veit hann einn inn á sæt. Þetta frítt kill.
Þetta var samt riski en þeir fá A-sætið eiginlega bara frítt og það þá Dr. Kiro. Aldrei ná þessu núna með. Það var mjög flott round hjá Bacchus. Þarna kemur loksins, það sem þeir eru að spila upp á í þessu hæga defaulti að ef að Hyper fara aggro inn í breiðholtið þá þeir ready hinum inn á mappinu til þess að sprengja út rakleiðis og það akkurat það sem að gerist. En ef að Hyper gerir það ekki þá eru Bacchus svolítið í smá veisni þegar þeir... Ég bara feina hann liði þetta sko. Ég hef engar áhyggjur af þessu. Ég bara feina náðu ekki ofvirk og þá var allt í einu möguleiki. Já, eins og ég segi, þetta hæga default það virkar ógeðslega vel á móti svona playi en ef það kemur ekkert hratt play af því að Bacchus þeir eru ekkert að fæta fyrir neitt map control, þeir eru bara svona einhvern veginn sitjandi og byrja svo slowwalka kannski í mínútu inn í roundið. Og það akkurat vandamálið því að þá þarf það að stóla á einhver pick hjá Óla Ofvirk eða einhver svona contact play eins og þeir hafa verið að reyna. En það virkar illa á móti liðið sem eru með crossfireinn og setupinn á sætunum á hreinu. Það þá bara það að þeim líður betur að vera með byssuna uppi og fara eins nálægt map control og þeir fá frítt sem að hingað en ekki lengra og fara sem bara hægt af næsta map controli eða bara taka sér rólega leik. Ég held að þetta séu bara svo reactive gæjar að þeir þurfa að vera með eitthvað í gangi í leiknum til þess að midrounda eins vel og þeir geta gert. Og þegar það ekkert að gerast þá verður það erfitt af því að þeir ná þá ekki að safna upplýsingum. Ég skil þig. Þarf að vera upplýsingar til að geta... Snowy komin út ævi og nær Óla Ofvirk sem var að ná í bombun á Terspawn og núna það bara skraml. Hann líka ennþá með bombuna, hann heldur línunni. Það rétt. Og þetta líka, ég held þeir vita það kannski ekki ennþá hjá Bacchus út af því að nú þegar að fer að sækja bombuna, bara af hverju enginn að koma inn? Nei, hann fekk auðvitað killið á Óla Ofvirk sem var með bombuna, þannig að þeir vita... Það er ekkert sem þeir geta gert, ég meina þeir að fara að vinna þennan fight á móti Vappa. Sko Vappinn fær allavega að hleypa fríu skoti en ég get ekki lofa hann hitti, sérstaklega þegar maður sér hann að reyna að hoppa þetta í ringi en Johnny með eiginlega betra kill hérna og nú spurning hvort að finni eitthvað út frá þessu en Snowy hittir skotur eins og sagði það var erfitt fyrir hann að klúðra því. Hann reyndi eitthvað að beita út skotið þarna sá maður á kortinu. Johnny var í raun eina vonin í þessu rándi en hann gat ekki vita að það væri annar gæi rétt hjá gæinn sem hann draf. Þetta kannski, fer ekkert á milli mála. Þeir vita ekki eins mikið stöðuna hjá Hyper eins mikið og þeir vilja vita. Nei. Þannig að hvernig kemstu í meira info sem Bacchus? Þú þarf bara að pota. Þú þarf bara að taka það sem þeir gefa frítt. Ég meina þeir hafa verið að gera það eins og í Ivy og í breiðholtinu. Ég meina Bacchus eiga vanlega breiðholtið eða þeir fá það frítt og þeir hafa mikið verið að lurka í gegnum Ivy. En það gefur þeir raun ekki nógu mikið info af því að þessi gæjar sem eru í þessum playum eða að lurka, þeir deyja óstemma. Þeir fara of langt. Þá missur auðvitað allt info og þú missir stöðuna. Akkurat. Vond staða en Bacchus eru með 3 round en Hyper síðast eru að spila mjög vel bara frá byrjun leiks eiginlega. Frá því að pistlurnar komu þarna inn og fengu 3 uspur, þá bara hefur þetta ekkert snúið við. Hann reynir ekki skotið en hann betri með uspuna, það bara þannig. Og hittir þessu skotið mikilvægt en Ofvirkur, hann sýnir af hverju Vappið hans tól til að velja. Og nú þetta allt í einu 3 á 4, erfið staða fyrir það en það 50 sekundur til að vinna með. Og allt ekki vitað en sjáðu Sökk komin djúpt inn í kompuna. Þeir grunar það en ég heldur vitið það ekki. Og nú sér Blaster að renna ofta sætið en Drjóli tengir við hann á móti. Þá svingar hann út en nú kemur aftur til þeirra að spila svo fallegan leik hjá Hyper CS. Bara einn á eftir hvort öðrum fara og treyta og gera það með engu info eða án þess að gefa neitt info. 8-3 fyrir Hyper. Bacchus lásu fyrstu kontóttin, þeir byggust við gæja í tengið og þeir byggust við gæja í twist. En það sem þeir byggust ekki við var að það væri annar gæi áreiðulest og hann í raun innstiklar randinu fyrir Hyper. Og nú ég bara að hugsa af hverju pikkar Bacchus ekki bara döstu?
Það er svona það sem ég er að hugsa núna, sko. Ég þarf ekki að segja það, sko, ég var bara að gleyma hvor pikkaði hvað, bara út frá skórlæninu, sko, en við grunnar það Bakkus, ég bara... Hérna kemur tempóbreytingin, þetta er lausnin sem að menn grípa í þegar ekkert að virka. Ná, fyrsta breytinu, aftur á móti enginn að drepa Kiro. Og ég fíla þetta play. Þetta ekki bara eins einfalt rush og bara þannig. Þeir eru með overdebackinu og ekki bara það, hann kemst mjög framalega núna, en allt vita núna. Ég held að segja ekkert sem að kemur kannski endilega óverðin. Hann kýs frekar að hanga inn í ævinu. Það enda gæti verið gott, en bomban, þetta svo hættulegt. Þeir ekki bara að stikka þetta búið. Kiro, henn og aftur get ég ekki núna að klúra þessu. Ég bara, þetta fast. 9-3, stendur staðan. Þeir hefðu þurft að lifa lengur þarna úti því lengur sem að setja hann eyða í að leita af terrónum, því betri stöðu fær ofvirkur í flankinu, en þeir eiginlega bara dóu og þá eru setja hann ekkert að pæla í þeirri átt lengur og þá erfitt að flanka. 9-3. Hvað gerur núna? Þetta bara, sko, núna náttúrulega bara fá þeir að spila hitt sætið og vera kannski aðeins. Það bara, heyrðu, strákar, búin að gleyma þessu, búið. Kannski Terrasati á Hyper jafn lélegt. Nefnilega, ég í alvörunni. Við getum, þeir geta huggað sig við það, en þeir taka dúllur upp breiða oft ekki. Þetta býst maður við hjá Bakkus og þeir gera það vel. Þrátt fyrir að missa báða leikmennina, þá eru þeir með 2 núna á, auka leikmann hjá sér. Alls ekkert svo lélegt svona miðað við aðstæður. Nei, það er mun erfiðara fyrir Hyper að vinna sig út úr þessu rándi heldur en fyrir Bakkus. Þeir veit ekki neitt. Nei. Og við sjáum líka Overk spila A-sæti bara mjög vel, eiginlega bara vera aftalega og aðalega bara fyrir info. Blaster fær killið á Fjarkon og þeir vita hvað síðasti leikmaður núna. Það Drjóli, 1 á 2, hann veit 1, en hvar síðasti? Oh my god. Ég veit ekki hvort hann spottar hann sér hann! Og þá sjens á að taka 1 á móti 3, hann gerir það! Ekkert mál, Bakkus fær ekki neitt, Hyper séðast með plant og það aftur 3K í pistolinu. Það naglinn í kistuna. Hvernig, ég meina, ef þú varst ekki Hyper fyrir, áttu Hyper núna? Það voru 3 naglar í kistuna. Þetta voru 3 neglur, sko. Þetta voru regnaglar, sko. Það fáránlegt hvað klokkin góð, sko. Ég meina, hann að long rangea úr 5-munni í tengið. Já. Og það eins og hann sé ekki með klokku, hann bara með uspu, sko. Mér finnst eitthvað svo, klokkan unfair, sko. Þú tekur hana yfir P250 í dag líka. En viff á mólanum, skellur. Ákveðin skellur. Bakkus kaupa hana en þeir þurfa bara ránd. Á þessum tíma þeir þurfa bara ránd. Já, bara komið ykkur í gang af því að mappið bara svo stutt frá. Þetta líka MR12, maður sér það. Þú bara ert allt í búin að missa leikinn frá þér þegar ára á Vista. 1-1-3 pistol og þeir geta alltaf huggað sig við það að ef þeir ná að kveikja aðeins á sér í þessum hálfleik þá byrja þeir CT í overpass í örugglega erfiðasta termappi í púlinu, þannig að Blaster fór seint í gang síðast. Já. Það var ekki alveg á milljón strax, hann þarna uppi, hann efstur hjá eða með efstum hjá Bakkus. Þannig að við gætum alveg sé eitthvað gott að setja í hjá hann. Við getum þetta framlega núna með MT9 að reyna að tengja við Mach 10, en Hyper eru bara ekki með neitt info, þeir eru að fara hérna inn í 2 manna hold. Og Bakkus vita 100% að þetta sé bara eitthvað noise þarna. Það skiptir bara engu máli því að þeir sækja bara fröggin bæði það sem að noise á að vera og líka bara það sem að loka niðurstefni og þetta bara munurinn með þessum 5 liðum í dag. Það bara, Hyper komið bara og mættu á öllum sílindrum. Twin Turbo, bara bring it all. Það eiginlega bara svoleiðis. En það, ég meina, Hyper leikinir á Skjálfta voru bara nokkuð góðir, sko. Þeir komast lengra en maður hefði búist við. Þú veist, þegar maður kíkir á Jóa Shine, power rankingið, sko. En, heyrðu það ekki yfir. Þetta bara... Það bara martröð, þetta martröð hjá Bakkus. Já, þetta ekki bara lagamóralinn. Og hvað þá þetta? Það falla allir, bomban springur, það hnífur og það 11-3 í mappickinu ykkar. Þetta
Það bara ein leið núna og það upp. ég skal gefa það. Þú fer ekkert meira á botnin eftir þetta sko. Ég meina, það allavega ekki 13-0 á leiðinni. Ég meina, þú ekki Hyper fyrir neðan þá, þannig að þú ferð neðar á botnin. Ég vildi ekki segja það, en jú, þeir eru fyrir neðan. Það nefnilega, en þetta eru samt lið sem að starta við hliðinu kostuðu. Svona nokkur neginn. No brain springur þarna. Grena í allir eða eitthvað. Býtu, þetta, team damage þarna. Grena frá Johnny. Hjálpar ekki til. Ja, þetta var svo mikið óþarfi á Hyper. Ég meina, þeir vita að þetta eru pislur og eitthvað. Þetta er ekki fight sem þú þarft að taka. Þetta er ekki fight sem þú þarft að forsa heldur, sko. Sérst, hann reynir að spreyja. Heldur hann sé of seinn, en... Nei, heyrðu. Smá kík. Hann nær honum. Blaster tilbúin með digluna og tilbúin með höfuðið. Nær ekki að strengja saman. Það var Akiro og hann klárar þetta hérna og það er 12. rándið fyrir Hyper CS. Og eru bara að fara að stefna í overpass með þessu áframhaldi. Það er peningur hjá Bakkus, en peningur bara ekkert búinn að vera vandamáli hjá þeim. Nei, í raun ekki. Ég meina, þetta eru 3 rán sem þeir vinna. Það er eiginlega bara, já. Sjáum við hérna. Vorum á Economy öldurnar að þá eru Hyper bara að surfa. 0. Ég las þarna neðst sem OK, ég bara... Geggjur skjölsur með þetta. Það er klapp fyrir production maður, ég fæ ekki alltaf að gera það sko. Algjör snill sko. Nú, hvað meina með því? Það er bara, ég bara maður gera það ekki alltaf í útsettingu sko. Ég meina, ég tala við á eftir en ég ætla að gera það live sko. Og það frá mér sko. Ofvirkur á vappanum, hann er að kompa það framlega úti. Þetta er kannski líflínan sem það þurfa, er ofvirkur að reyna að sækja fröndin. Afturmandi, ég meina, Hyper eru bara að grúpa inni í Breiðholtinu og ætli þeir endið ekki bara hér. Það er svo langt í næsta rotate. Þeir eru að koma margir út 5-una og ég held að Johnny sé ekki ready. Ó nei, en er samt ofvirkur tilbúin. Hann er komin hérna í rotatið, kemst inn líka og er núna með 5-una þannig að þeir eru 2 að halda B-inu. Feik. Heldur bara línunni nokkuð öruggur. Þeir eru 4 í Breiðholtinu. Getur verið að Drjóli sér næsta action. Hendir Drjóli núna mollunum í poppið, yes, og þá fara þeir. Þetta þarf að gerast núna, það er rétt sér, er það ekki? Jú, þarf bara að gerast núna, infóðu komið. Þá fara þær út ofvirkur með vappan á réttum stað og spottar hinn en Johnny tengir við þennan mann. Þarna eru þeir að sækja sér ránd og fyrsta skiptið sem þeir líta bara mjög vel út með shit í helminginn. Hann er snöggur rotatið og að fer út frá mólunum, fer undan mólunum, þetta er bara geggjað. Þannig að Hyper núna, þeir eru alltaf að fara að kaupa, en var þetta klúðrið hjá þeim í byrjun, rándin á undan? Rándin á undan? Bara rándin á undan. Þeir endur á því að vinna, þeir voru feikir. Já. Það er bara ekkert að... Þú talaðu hann að þeir fóru með pislunum upp? Já, fóru snemma, já. Ég er bara neitt að trúa að þeir eru að vinna alls, sko. Ég enga því, sko. En þetta er, hvernig með þetta double plan, þannig að maður tekur X-Ec, gýrir svo ekkert bak við það, til þess að beita út af fjútilið og X-Ec er svo aftur seinna. Double pun. Double pun. I like that. Hérna koma bara aftur niður fjarka. Já, bara single pun núna og já, Snowy, hann sendur hana, en þeir fá samt opnarnar og þeir fá, já, bara sætið, en nær Bakkus að halda þessu, yes! Gera það og gera það vel, einn maður eftir, það er Drjóli, var hættulegur á hann, en ekki eins hættulegur núna, eða hvað, ó nei, hættulegt fyrir hina leikmennina, hann veit báða og þarf að stýra þessu mjög hægt og rólega, hann gerir það og spraytransferar yfir, 1-3 og glottið er verðskuldað, Hyper CS taka mapp af Bakkus og sannfærandi. Drjóli 1v3, var þetta ekki Drjóli í pistolunum líka? Jú. Það er bara 6 naglar. 6 naglar og á þeim nótum ætlum við að taka, já, stutta pásu, ég held að bara... Við þurfum bara hlið, sko. Við þurfum hlið, þið þurfum hlið heima. Við ætlum að fara í overpass eftir þetta. Það er mappickið hjá Hyper CS. Getur, já, Bakkus gert eitthvað í því. Við þurfum að komast að því eftir þessi skilaboð.
Já, hann keyrði 24.000. Það bíllinn alveg góð standi, sko. Ættir að gera. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, ABLT 27. Já. Flott, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bæ. Come on! Verið velkomin aftur og já, ég ætla bara að segja að þetta var eitthvað. Já. Ég hef eiginlega ekkert meira að segja. Við vorum að sjá Bakkus á móti HyperCS í Train, ef þið mistuð af því. Þetta var map-pickið hjá Bakkus, leita ekki út fyrir það. Já, ég myndi segja bara ef þið mistuð af því, þá myndi ég segja að Bakkus gerði það líka. Já, fer að segja það. Kannski bara gott fyrir alla að missa því. Gott fyrir Bakkus allan ef þú sást þetta ekki. Kötta þriðjungin af votinu, en þegar ég segi þriðjungin, er séns fyrir Bakkus að taka þetta tilbaka í overpassið. Nú erum við að horfa á HyperCS map-pick. Já, sko, með overpassið. Já. Ég veit ekki til þess að Bakkus spili overpass. Ég held að það leitist ekkert í það og ég held að ef það væri auka bann þá væri það örugglega overpassið sko. Og ég hugsa bara tilbaka þegar maður var að spila á móti þessu Bakkus kóri þegar þeir voru í KR og voru upp á sitt besta sko. Er að þá var ég að punish picka overpass á móti þeim. Já. Og þú veist, eftir eitt skipti sem ég pikka overpass á móti þeim þá bara permabönnuð þeir overpass úr sísoni sko. Það er svoleiðis. Þannig að ég efast að hafi mikið breyst. Þannig að ég hef ekki góðar vonir fyrir Bakkus, en eins og ég sagði áðan, þeir eru að fara að byrja að setja
í örugglega eitt shitty-sided map í púlinu. Þannig að Hyper geta alveg endað á vegg ef þeir eru ekki með nógu gott hersætt og allt í einu 8-4 í hálfleik og Bakkus eru bara, þurfa bara að sigla nokkrum rándum í gegn, sko. Nú kannski eitthvað þú nefndir á, þannig að Bakkus væri svona meira puggy lið, svona, quote on quote hvað puggy lið að þá sko, það kannski hjálpar þeim með að vera í mappi sem þið spilið ekki sem lið. Að þið hafið þá kannski, þetta er nú enga veginn puggy map sem við erum að fara. Nei, ekki neitt. Það er bara ekki neitt, ég er alveg sammálað. Þetta er bara ógeðslega flókið map. Ég veit það, en ég ætla samt að geta að segja að þessi leikmenn kunni ekki að spila overpass. Þetta er bara eitt af 7 möppum sem er í mappúlun og þú spilar heima er Counter-Strike, þá spilar þú overpass one way or another, einhvern tímann, skilur við. Já. Það hlýtur að vera. Ekki þessi gæðar held ég, sko. Ekki, það er bara bann. Eina, sko, er að Blaster og Seni úr hinum kjarnanum, ég veit ekki til þess að þeir spili overpass eitthvað heldur, en það gæti alveg verið að svo sé málið, sko. Því að ég man að, þú veist, þeir voru mikið fyrir Mirage til dæmis og eitthvað svoleiðis. Overpass og Mirage er ekki beint það sama, sko. Þannig að, en á endanum á deginum, ef að Terzati á Hyper er lélegt, ég meina það þú veist, shitty-sided overpass, það er ekkert flókið á móti liði sem er ekki að spila flókið. En það fer eiginlega bara eftir í hvaða Hyper er að fara að mæta og með við Hyper sem var í train. Já, akkurat. Og ég er að sammála því, ég tek undir þá því að þú varst að segja mitt. Hyper CS, þeir eru miklu meira lið. Þeir spila sem lið og það er ástæða fyrir að þeir pikka overpass. Við gerum bara ráð fyrir að þeir eru með eitthvað tilbúið á T-setinu. Þeir hafa sko bestu resultin þeirra í deildinni hafa verið overpass-leikir. Ég meina þeir hafa vunnið held ég 2 eða 3 möpp. Það hefur verið nuke og það hefur verið overpass. Og jafnvel ef þeir eru að tapa, ef þeir fara í overpass, þá er það vanlega með double digits. Þú veist, við erum að tala um 13-10, 13-11. Þannig að við erum að tala um að Hyper er að performa mun betur á overpass á móti öðrum liðum sem spila overpass. Þannig að þeir hljóta að vera með gott overpass. Ég skil þig. En það er kannski eina sem að, kannski ef að þeir eru, þú reynda að segja það við mig ekkert með sérst, menn er ekkert endilega mikið að anti-stratta og svona. Já, nei. En ekki heldur í svona leik, sko. Nei, og hvað þá svona leik? Græðir ekkert að ég að horfa á til dæmis Bakkus eitthvað að reyna anti-stratta. En það er líka bara ekkert hægt að horfa á þá í overpass, eins og segir. Það er bara lítið af dótið að það. Já, nákvæmlega. En overpass, nú reyndar, tók ég eftir því, nú erum við með 5 spawns í overpass á City hliðinni. Hver einustu spawns eru með instant smoka. Þannig að er ekki Hyper CS alltaf að fara að vera með þetta tilbúið? Er þetta bara eitthvað sem að öll lið eiga að vera með? Er þetta eitthvað sem að bara nokkuð lið taka upp? Líklega bara nokkuð lið með það, sko. En ég trúi alveg að þeir séu með, þú veist, gamla góðastöffi eins og að mála hólu og eitthvað svoleiðis, sko. Það er B þessi fyrsta. Bara beint út á B og hoppið. Þetta er bara nokkuð fram og tilbaka eins og staðan er. Bomban ekki farin niður en hún fer samt niður. No-brain og Blaster, 2 á 2. Kiro og Ninja. Virkilega erfitt. Kiro finnur á opnuna og þá svingar þær saman. Hann bara fer einn í þetta. Stóla eins og ekki á crossfire. Hann bara drafla á. Tekur þetta á sig. Já. Þetta var furðulegt round hjá Hyper þegar þeir fóru í raun í bombplantið og voru að horfa heaven án þess að það var clear á vatnið og við vorum akkurat að spekka mannin í vatninu og það var enginn að pæla í honum. Þú veist, ef hann hefði hitt einhverjum skotum, það hefði örugglega farið í hina áttina. Já, en Hyper ná að klára þetta round. Sambarði, svona allavega í lokin. Í byrjun og í lokin, miðjan var ekki alveg það samfærandi, en já. Þá ætla þeir að taka Bakkus, þeir taka hérna shortið sig og eru með mann framalega í connectorunum. Þetta er gott map til að kaupa í second round sem CT og ástæðan er akkurat shortið og þeim getur mjög close angles. Og snirtilega spila hjá Bakkus að fara að þessu hérna. Ofverku finnur síðan höfuðið á Snowy eitthvað staðar í himmunni og það bara, þetta er að virka fyrir Bakkus. Ég veit ekki hvort þær voru kannski ekki að búa þessu kaupinu hana en það var svona,
já, gæinn í tengi kannski smá gripin á óvarinn en og skugginn ekki skottar á undan en Nobrain reynir að gera gott úr þessu, það var voðalega erfitt í stöðunni en gat vonast eftir einum haus og prífari en Kiro og Ninja Dog er svona feika áttina að B-inu. Bakkus er að vera þægir núna, þetta er ennþá mjög tapanlegt ránd. Já, nefnilega sko. Með verri byssur og það sést hérna að Hyper þeir eru að spila með allan tíman sem eftir er og hægt og rólega færa þessi yfir að B, það er sennilega bara eina í stöðunni núna nema að fara gegnum shortið en þetta flash gæti verið mjög gott. Johnny, hann er í stöðunni til að gleypa það, flashið tengir ekki. Johnny gerir það hins vegar og gerir það vel, það er Ninja núna 1 á 3 og þetta eru bara 12 sekundur, hann getur eiginlega ekkert gert í þessari stöðu, Blaster og Senni eru hérna framalega, það er engin tími, hann ætlar að reyna að spara, þetta er hættulegt, maður hefur séð þetta gert en þetta gerist ekki oft, hann er með lágt HP og þetta getur verið kill eftir tíma, eða fær hann, nei, ekki svo gott og það er tekið byssan af honum, þetta er stórt fyrir Hyper til að komast aftur inn í leikinn, það er alltaf seinna randi á þeim. Geggja ránd til Bakkus, ég meina þetta byrjar allt með teamplayuna í tenginu. Ég set spurningamerki við það sem að tengingan var að gera svona með að hann ætti nú að vita þeirra voru á shortinu. Þetta er ekki beint eitthvað sem þú vilt ekki skeila upp tengið á móti 5-7s þegar þú veist að setja henni á shortið. Ná að punisha því mistökum og ná svo að spila út rándið bara nokkuð vel. Þó nokkuð vel. Þetta þá sjáum við tekkurnar og í treinunni þá svona virtist vera meiri óvissa. Ja, þeir fóru bara ekkert einhvern veginn með þessu, voru svona að reyna að sækjast ómikið í picks en þeir eru saman hérna og klera allt connectorið og þeir eru í kjölfarið konni með gríðlega mikið map control, þú eru vita það ekki. Bakkus er áttúrulega með 3 menn á A-inu, þetta er Blastar og síðan kláraður Snowy úr fjarska á longinu, treyta þetta og þá er byssan aftur komin yfir. Galil. Blastar svolítið framalega með að við kaup og hvar restin af liðan hans er. Hún er riffil komin í hendunar á Snowy sem var bæði held ég með sko 20 frögg eða eitthvað í seinast leik. Já, og Kiro finnur aðra opnun, hún gerist hvar? Toilet. Annar CT pushaði framalega með ekki support. Ef þú pushar á toilet þá verður skýta, það er bara þannig. En þeir ætla að stefna á A-ið, það er alveg líkur allavega að ná plantinu niður, ekki bara það, þeir ætla að geta að spila þessi closet vel en það er treyta jafnóðum, Dróli fær 1 en fellur svo, hann ætla samt að planta, afsakið Kiro sem að fellur. Bomban kemur niður, þetta er bara mjög virðulegt round og hann er ennþá í 1v1 og við sáum að gera það á hann, við sáum ekki gera það núna. Svolítið er þetta spraykontróla í þessari fjarlægð og Bakkus sækir þetta round tæft hjá þeim. Þeir eru að gera þetta svo ógeðslega mikið erfiðara fyrir sjálfan sig en þetta þarf að vera. Blaster hérna einmitt á longinu, hún nefndi það. Blaster á longinu og svo ég sá ekki, ég man ekki alveg hver það var sem að pushaði líka toilet. Ég meina við erum að tala að það eru 3 gæjar á A-inu en samt deyja 2 í því að pusha solo. Þú veist, það er kannski í einhverju svona rándega sem þú þarft einhverja hetju til þess að vinna sko, en ekki þegar þú ert einu manni yfir í rándega sem hinn eru íkó. Þetta er svona pistunar vilja. Já. Þeir vilja og setja nálægt og eiginlega bara fá reitt skot og klúri í. Já, bara eins og ég segir, þeir gera þetta mun erfiðara heldur en það þarf að vera. Verður þetta erfitt, þeir eru núna með byssur og pistunar hjá Hyper. Og nú eru þeir bara nokkuð rólegir, þeir eru með 3 menn á B-inu. Virkur og Blaster framalega á A-inu núna. Spila svolítið saman en þeir eru í leiðin að fá info. Nobrain finnur kill og heldur aftur hérna, þeir eru að reyna að fá þetta kill á hann og það virkar. Það er bara þannig. Diglan hún tengir strax. Blaster samt búinn að taka áhættuna að henni búinn að klíra þetta allt og veit hún af Snowy í tenginu. Hann er með mjög gott mapkontroll og hann ætti eiginlega bara að geta sagt þó hann heyri skotið þarna bara verið bara rólegir á B-inu. Ég held að hann sé með allt info sem hann þarf að vera með en Hyper finna opnunna. Svakalegt að Ofvirkur sé ekki löngu komin inn á B-ið.
mæta samt núna, þeir eru aftur, það er eins og þeir gleyma að vatni sér til. Nei, ok, þannig kemur Grjóli. Það breyta út, þá virkur líka galopinn. Ekki ómögulegt hérna fyrir Blaster, en samt erfitt. Já, þetta er eiginlega bara útilokunar aðferðin. Hann veit núna hvaðan hann kemur og hann veit ekki hinn sem í bakinu á honum. Þetta er basically bara secure roundi. Hann reyndar fellir mannin og ég meina ef hann finnur killu upp á þurru, en það þarf að vera eiginlega upp á þurru. Hann veit hvernig hvað hann getur verið beggja megin, tikka bombuna en Kiro gerir það sem hann gerir best og það er að brjóta bök. Já, og hlær í myndavelinu. Já, bara verið skuldað. Þeir eru að spila þetta vel. Þeir eru að spila þetta mjög vel. Já. Þeir voru með pistur, er það ekki? Jú, þetta var Deagle No Armor og Tekkur held ég. Þannig að 10-sætið vantar allavega ekki. Nei, og ég meina þeir voru ekkert að gera neitt sérstakt. Þeir fóru shortið snemma í roundinu og sátu það í raun í mínútu. Og Bakkus voru með sér búin að reynsa allt aðeins. En þeir ná samt að brjóta í gegnum vörnina. Og ég meina Bakkus aftur að gera þetta svolítið erfiðar og eru svolítið æstir í að taka fæta sem þeir þurfa ekkert að taka. Svo að gefa Diglunni það sem hún vill, höfuð kynlið frá Heaven. Akkurat. En gefa hún það að hann reyndi og leikur fyrir að myndi ná skotinu, en tengir ekki. Og 2-2, ég meina þetta er til að snemma, en þetta er samt bara hvernig byrjunin er. Og ég meina Hyper er erfiðara á 10-set Ninja Dog finnur killina í gegnum smókinu, í gegnum hurð, heyri hurðina. Lætur það til huga. Johnny kominn hérna inn. Þannig að hann lærði af mistökunum sínum seinast þegar hann labbaði tengi. Hann var með smóki í þetta skipti til þess að nota til að komast nær. Og fær kill og nær að lifa út af því, en það er aðkomið í baki á hann. Hvað sem að hann gefur, þetta er að virka og þetta er kannski það sem að Bakkus geta spila meira með. Það geta verið svolítið unpredictable, en Hyper CS, þeir eru komnir inn á sætið, ætla ég að segja. Bomban fær að fara rétt svo inn á sætið að Johnny síðasti leikmaður eftir vita hvar hann er og ég geta bara haldið þessum okkur rólu. Hann sér vappan, veit ekki hvort að það var plantir líka eða ekki. Ég held að Kóli sé komið út núna, en eiga báðir að vera á sætinu. Það er Sökk og það er Snowy. Ekki ómögulegt. Vappi á sætinu og hann er ekki tengunni flassi, er gullfallegt og tryggir þeim þriðja rándið og aftur forskot á Bakkus. Hyper. Já. Forskot á Bakkus, já. Já, ég... Mér líst ekki mikið á það sem ég er að sjá hjá Citizeninu hjá Bakkus. Nei, en ég menna, mér finnst þið bara að vera búin að vera með svo pislu svo mikið. Eila, það er... Já, en þetta er svona sem þú býst við þegar þú ert með gæja sem að spila ekki það mikið saman. Þú veist, að því að þú B-sætið í Overpass til dæmis er mjög erfitt til þess að halda ef þú ert ekki með góð prótokól og ert allavega búin að negla svona aðeins lauslega niður hver á að gera hvað og hver horfir á hvað og allt það. Og maður sá það til dæmis í rándunni sem að Hyper fara bara á shortið og sitja kjurir, er að þeir labba bara inn og það er eiginlega engin, það er engin hjá Bakkus að kíkja á sama tíma eða í sömu línur eða neitt svoleiðis. Þeir eru ekki að spila neitt crossfire eða svona punish, svona trade leik eitthvað. Nei, þetta líkta svona svolítið eins og þeir bara spila ekki Overpass, skilur við. Einmitt. Það er alveg fair að segja, ég meina þú sagði það sjálfur, allavega ekki í þessu seasonu, það er bara nógu mikið til að taka eitthvað af þeim, en Hyper, þeir eru búinir að spila þessi ránd og þú sagði líka held ég að þeir leiki sem að þeir mæta öðrum Overpass-liðum og þá er þeir bara sterkari. Já, og þú veist, það sem hefur virkað fyrir Bakkus er í raun það sem þeir ætti að vera að gera, er að ef þú nærð ekki að halda hlutum á sætinu, hvort sem það sé A eða B, þá, þú veist, farðu og taktu shortið og gerðu eitthvað svona hluti því að þá allavega færðu eitthvað ránd út úr því og þá getur þú spilað inn út frá því. En þetta þar sem þeir sitja bara kjörir og labba svo einn og einn á mismundi staði, það er ekki gott look. Nei, alls ekki. Og það sem ég nefndi á hann er að þú ert með smókana, þetta er eitthvað sem þetta er svona lítill hlutur sem að getur gert helling fyrir því. Og ég var að nefna að það eru instant smókar, við erum í einhverju smá tæknilegu öruleikum eins og sjáið eða þú eru ekki búin að spotta það. En
nægan tíma til að spjalla. En já, það eru þessir 5 staðir hérna sem þið eru með á mappinu. Þetta eru einu spónin núna á CG og það eru instant smókar á monsterin frá þessum stöðum öllum. Og þetta er eitthvað sem bara kostar þig engan tíma að læra. Og þú getur gjörbreytt hvernig þú spila mappið. Já, það eru auðvitað líka line-up sem allir kunna á ruslatunni bakvið. Já, einmitt. Þannig að það eru líklega að maður sjái það kastað, sko. Er það ennþá alveg nógu fljótt til að vera á undan öllum? Það er ekkert mál. Nei. Þannig að þessi instant smókar er ekkert endilega necessary. Nei. Það er meira held ég fyrir, sko, það eru eitthvað spawn eða allavega eitthvað line-up í kringum kassana. Það sem að þú kastar smók fyrir hóluna. Það er svona smá mikilvægt að það sé hraðar ef þú ætlar að nota það. En það er líka, þú ert í rauninu sem setja ekki nógu hraður til þess að nota þann smók. Þannig að terrarnir fara örugglega bara í gegnum hann. Og þannig að þú nærið eiginlega ekkert að nota þann smók nema með, öðrum manni. Já, með allan að 2 eða 3 bakvið, sko. Akkurat. En já, ég meina við erum að tala svona utility yfir mappinu. Það er músavesen hjá einu manninum, hann er að stingin í hleðslu. Hver þekkir þetta ekki? Apex lendi í þessum daginn, var ekki einhver annar pro-player líka? Það er, sko, hleðslan á þessum músum er orðin svo svakaleg. Já. Já, ég held að ég stingi minni í hleðslu svona einu sinni, sko, á 10 daga fresti eða eitthvað. Fylgdu, ég var að tala nákvæmlega sama við annan í vinnunni, þá var þetta varandi heyrnartól, sko. Earbuds. Ég er að tengja þau alla daga. Já, þessi earbuds box, sko, ég er enda með eitthvað svona stórt box, ég man ekki hvaða brand það var, skilur við, insert brand sem er að sponsa okkur bara. En þú veist, það var allavega geggjul hleðsla á þessu. Og þetta er svona, þú hleður þetta það sjaldan að þegar þú tekur þetta síðan með þér og það bara kemur batteri, það er svona, eins pirrandi þú getur bara þér sjálfum kennt skilur. Ég hefði alveg mátt setja þetta í hleðslu 1 af þessum 30 dögum sem að ég notaði þetta. Já, þetta vandamál með músina er að til þess að hlana, það þarf að vera að spila með víraða mús og ég held að leið að spila með þráðlausa mús, þá færði ekki tilbaka. Það er, veistu, ég er nýbúin að uppfara. Ég er seinna á þessa lest, sko. Og þú veist, ég veit að mísnar eru orðnar löngun og responsive fyrir, já, það sem voru fyrstu þráðlausum mísnar voru ekkert svo responsive, skilju, það var alltaf eitthvað aðeins og tapar, en líka bara, ég vissi ekki að það væri allt komið í USB-C, sem er náttúrulega bara geggjað. Þannig að þetta er, allavega það er mís sem að þú kaupir í dag held ég að sé allt komið í USB-C, þannig að mér finnst það bara, það þvílíkur munur, sko. Já. En já, ég er nýkomin á þessu lest og núna þegar ég tengi músina í sambandið mitt, ég tek undir það. Það er bara, þetta er fyrir mér núna. Já, sko. Það er ekki hægt, sko. Það er erfitt að fara tilbaka. Þetta er alveg eins og þegar maður fer fyrst í 144 Hz og eitthvað svona. Já, ef ég lendi í einhverju svona, þú veist, ég lendi í því einhvern tímann stórmeistaramótinu að músin mín var ekki nógu mikið hleðsla á henni. Þá var ég, þú veist, ég var að stinga í samband þegar ég dó og unplugga hana svo, þú veist, bara til að hlaða hana fyrir næsta round, sko. Oh my god. Já, þú náttúrulega, í miðju leik þá var þetta vesen, já. Já, við erum að tala um stórmeistaramótinu, ég held að þetta hafi verið á móti Þór í Overpass. Já, væntanlega. Væntanlega, já, ok. Með 4 mís, þið heyrðu það hér. Alveg, já, ég held að það hafi verið að spekka með 1 rándi og ég er bara standandi í 5-munni að spamma vegg með AK. Já, músin, já, hún með því sprayið kvættast út. Nei, hún randomly byrjaði að spraya, það var engin nálægt mér eða neitt, sko. Ég var bara eitthvað að halda í 5-munni og svo bara byrja að spamma. Svo eru kastirnir, það er eitthvað tiltæðarflöfar eitthvað. Þetta tólkaði hann, sko. Þetta er, já. Þetta hlýtur að fara að koma í lag eitthvað. Já, allan eitthvað, jú, hann eru við maður. Það ekki, vá, gat ekki bjarga okkur á betri tíma, sko. Það erum búin að tala um mís, hvað ég var að tala um núna? Já, nú þegar við vorum orðið batterislaus og kemur einhver og neglir okkur í hleðslu. Þannig að við fáum leikinn aftur í gang. Núna staðan er 2-3 fyrir Hyper CS sem eru í sínu mapp-picki, unnu mapp-pickið af Bakkus. Það er stratt, það er rétt hjá þér. Framalega hérna á, já, fountainið. Ætlaði að flassa með þessu? Yes, flassi kom en flassi er ekki að flassa neitt. Hann situr svo aftarlega snói, sækir ekki bara fragg með þessu. Það þarf að beina. Já, og ég fíla það að veita hann er með vappan hérna á móti pistlum og hann bara fer tilbaka út af þessu. Kiro opnar B-sæti í leiðinni og þeir eru búin að storma þar. 2 á leiðir í bakið og hann er samt að aðstoð og ég dyrka þetta. Hleypur á móti með pistluna, samt með vappan. Þeir eru að spila þetta vel, ekki að gefa þeim neitt.
ekki 1v1s. Nei, þetta það saman þú veist, þeir Bakkus hafa verið að fá aðeins basically frítt, ég held að Blaster hefur mestmegnis á rándunum verið framalega á, það kemur ekkert á mótunum, þannig að ég veit ekki alveg hvað þeir voru að reyna að áorka með því að flassa pistlunar inn aðeins, það enginn þarna, þeir vissu það, það hefur aldrei verið neitt þarna, kannski voru þeir með eitthvað rít og að fara að hæpera aðeins eitthvað. Já, hafa verið að búast ykkur tempóbreytingu út frá þessu, það bara sama leið. En kannski búast ekki við þessu í seinna skipti. Blaster framalega hérna og nær ekki tengingunni en hann hittir, já, við núna Johnny. Sök, tekur svo mikið skaða af Senni, hann 5 HP núna og þarf að fá aðstoð. Hann meira sér bara fastur ef eitthvað hættulegu staðir, það sem það getur tilliti til að refsa honum. Það ekki stóðunum hjá Senni. Það svoleiðis. Ég veit ekki alveg hvað það bara skipti yfir á Senni. Gæti verið frosin myndavél. Gæti verið bara... Jú, það lítur eiginlega að vera. Það lítur að vera. Hlýtur bara að vera. Blaster. Þeir náðu að tefja Hyper þarna. Það var maður í tengi sem náði að stöðva þá, því að ef Hyper hefði bara farið á B, það hefur unnirándið þar bara. En núna verður þetta aðeins flóknara og lausnin hjá Hyper að senda Snowy í 5-una, vera spottaður og svo fara þeir B. Aftur á móti Bakkus, ekki með neitt inn frá A-inu, munu fá það hérna, mun líklegast rótita líka út frá því af því að þeir vita í raun ekkert ef hann fær ekki bara killið. Nei. Já, rótita komið B-ið frítt. Það er við það. Já. Já, það enginn í stólnum. Það enginn í stólnum. Þetta músin í hlæðslu yfir herbergi. Þetta augur að gera. Þetta erfitt retake og við búist við honum, hann aldrei að fara að búast við þessu og Senni með 5 HP líklega bara að fara að spara vappan. Eiginlega bara ekkert annað í stöðunni, 5 HP eins og segir og bara það eru ennþá líkur á hann spari og líka bara Hyper ekkert endilega þurfa að refsa þessu. Rándið mikilvægara fyrir þeim, vappin mikilvægara fyrir Senni. Þannig að það verður svona hálfgert gentleman's agreement bara, látum hvort annað eiga næsta rándið. En Bakkus þeir þurfa að fara að finna einhverjar sannfærandi opnarnir eiginlega bara. Þú veist, þeir eru að fara í map-patrol eins og sagðir, Blaster hann alltaf framalega, en út frá því hvað svo? Þú veist, ætlaði að vinna með map-controlli, ætlaði að sækja meira, ætlaði að fórna þá fleiri leikmönnum yfir á B-ið. Það vantar næsta skrefið hjá Bakkus. En já. Ég ekki vanlega svona neikvæður, en að horfa á CT-sætið hjá Bakkus, þetta var annað gott ránd sem dæmi af hverju þeir alveg nokkuð augljóst að þeir spila ekki overpass. Þeir byrjuðu 3A, CT-anir, og þeir voru með Johnny og Senni á B-inu og það var langt í næsta rotate. Hyper voru búin að taka shortið, það kom ekkert counter-util frá Bakkus til þess að halda þeim í burtu. Í staðinn voru þeir að taka fætana og það sem að gerist að Johnny með 0 HP, dauður í vatninu og Senni á Della með 5 HP, spammaður. Þú ættir sem CT, þegar þú ert 2 manna setup, þú vilt ekki vera að taka þess að fæta því leið og þú deyrð, þá var randið búið. Eiginlega, já. Og ég nefndi það að ef Hyper hefði bara góað á B-ið, það hefði unnið randið easy. Já, ég held að, það bara rétt hjá þér. Það verður aðeins flóknara því að það var CT sem náði að lörka niður tengið og skjótaði bakið, þannig að þá byrjaði að taka hana 3-3 og senda vappan í 5 til þess að reyna að opna randið og eitthvað svoleiðis. En já, þetta bara annað dæmi Bakkus CT-sæti ekkert ekkert að fá ykkur á stjörnur, sko. Einmitt. Allavega ekki enn, þeir þurfa ennþá að sannfæra okkur og eins og þá þessi ránd eru geggjuð, en þeir gera það bara þegar þeir eru low-buy. Einmitt. Kannski bara þeim líður bara betur með pistlunar og ofvirka á vappanum. Hann tekur hann yfir núna, Snowy sparaði hann í síðasta rándi, afsakið Senni, en þeir ætla að reyna að klemma þetta og þetta reyndar stöðugt sem þú vilt vera með pistlunar í, en þeim refsað, já, og þetta erfið fæðing, en hann næri þessu nógu pittu, allt í hennu stýrist þetta við, Johnny finnir kill á móti, Johnny finnir annað kill með pistlunni, 2 á 2 samt, 2
round sem þeir eru með. Þetta býttu, Senni spottar skuggan á honum. Verður að fá til kill áður að fara að gera eitthvað meira úr þessu. En núna eru þeir, með, ætla ég að segja, roundið í höndunum sínum. En Drjóli 1-2 og Drjóli ekki fyrsta klötsun sín í kvöld. Hann að segja klöts nummer 3 og 7. roundið fyrir Hyper. Eitthvað eftir í tankinum hjá Bakkus? Við erum í roundi númer 8, eða 9, afsakið. Ekkert að gerast. Ég held ég sé bara farin að hljóma eins og smá biluð plata. Já, ég veit að. Það er alveg... Eitthvað happy dance hérna, þú veist, bara, okay, hvað að gerast hinum einn? Það bara stuð og, þeir eru Hyper strákarnir? Já, ég meina Hyper, þú veist, Hyper þarf bara, virðist eiginlega ekkert þurfa að gera neitt fyrir þessi round. Hérna til dæmis, þá Ofvirkur byrjar hérna í hlem með vappan, hittir ekki af skotinu þegar hann að strauja 5, gerist. En svo bakkar hann bara alla leið og skilur eftir 5-7-in framalega og hjálpar honum ekkert. Í staðinn hleypur hann hringinn og kemur niður fjarkan og þá komin close range á móti rushandi AK-um. Sem bara, þú veist, hann oskar einn og allt það. Já, og flashy. En aftur, þeir eru bara að gera þetta svo ógeðslega erfitt fyrir sjálf sig. Þú veist, ef hann aftarlegu toilet, coverar pisluna, þá getur hann tekið kontakt, pistlan tekur næsta kontakt og þá svingar hann aftur línuna og þá eru þeir bara komin með svona impromptu setup í toiletinu. Akkurat. En í staðinn þá einhvern veginn svona pistlan bara eitthvað að reyna að spamma, reyna að lifa, veit ekki hvort þessi gæja kom bak við hann eða ekki. Á meðan að Ofvirkur að rótita á stað þar sem hann í raun í lélegum vappafætt. Og nákvæmlega þetta var það sem þú varst að tala um að spila þessar 2 stöður. Þetta ekkert eitthvað sem þú þarft að kenna leikmönnum á Bakkus að gera þó þeir hafi ekki spilað overpass lengi. Þú getur sett upp svona, þú getur stilt þessu upp hvar sem á möppum almennt sko. Og ég meina Closetin bjóð upp á svo mikið að svona einmitt trade swing, eða hvað maður kallar þetta. En já. Já, þetta örugglega bara eitthvað comms issue, þú veist, Óli kannski að strauja til baka, að segja bakka, meðan að pistlan að, þú veist, koma að fæta. Bara, þannig að þá einhvern veginn svona bakkar Ofvirkur og hann kannski ætlar að bakka alla leið, en svo pistlan í einhverju vesinni, en hann kemur tilbaka, þá þetta alltaf í hengla. Já, nú er hann á stað þar sem hann einu skoti eða dauður. Já, hann fær 1 flash í skotarna og þetta leit út vel í smástund, þetta var aldrei snirtilegt. Þetta akkurat það sem við vorum að tala fyrir leik með Akkirit, það ekkert bara Akkirit sem að þarf að taka ákvörðun svona hratt. Nei. Heldur það þarna líka, ég meina Ofvirkur þarf að taka ákvörðun hvað hann ætlar að gera á, þú veist, það eru 2 gæjar að strauja niður, hann hefur kannski 0,2 sekúndur til að taka ákvörðun. Og þú veist, hann var bara ekkert með fullt information það sem var að gerast í kringum hann. En aftur á móti Ofvirkur ætti nú að hann þannig spilari, hann ætti að vita hvað í gangi í kringum hann og hann ætti að ná að leysa sig úr þessari stöðu sko, en ja, kannski erfitt þegar þú ert búin að grúttapa fyrsta mappið og ert heavy undir í öðru mappið, það kannski aðeins erfara. Og þetta kemur kannski meira frá svona mínu leveli þegar að maður í slömpi, þegar maður í drullunni. Ílóhellið. Já, ílóhellið. Manni finnst stundum líka, sko, og þetta maður sér þetta alveg í prósenunni almennt, að maður finnst stundum eins og þú sjálfur þurfir að gera eitthvað til að koma þínu liði af stað. Og það ekkert alltaf, og það kannski allir að hugsa svona, í stað þess að vinna saman frekar. Og það bara endalaust að vera að breyta til. Ég meina, það kannski ekkert gott heldur, sko. En ég ætla ekki að segja að ég hafi lausnuna hjá Bakkus endilega. Ég meina, þeir eru nú að reyna eitthvað, en það bara ekkert að virka hjá þeim. Ég meina, sérstaklega eins og áðan, Blaster alltaf búin að vera framalega og sækja sér info, en það verður ekkert úr því. Fór þarna framalega á longið, sér engan, heldur síðan öllu closetinu og connectorinu með því. Þetta var B, þeir vissu að þetta gæti bara verið B, en já. Þannig að það er svona þessi round þar sem að þið finnst við lásum andstæðinginn, við eigum að geta unnið þetta round samfærandi. Já. En svo þegar það klikkar þá maður bara í sínum einu haus. Já, líka bara þegar maður horfir á þessu nöfn, ég meina þeir ætti að fatta þetta sko. Algjörlega. Við erum, já. Ég segi, vanlega svona neikvæður sko. Nei. Við fáum
fullt frelsi í kvöld. Það bara hannig. Já. En nei, ég veit ekki. Þetta við viljum sjá góða leik og bara eins og eitt lið að gefa okkur það. Það kannski bara það. En þetta engan veginn búið. Ég meina við bara rétt að byrja leikinn en það bara svo erfitt að því að Bakkus eru búin að tapa sínu mappiki og það sem þú búin að vera að segja að þeir eru ekki með overpass í sínu arsenali. Ég ekki með það tilbúið í sínu vopnabúri. Þetta svo mikið punish. Þetta svo... Og þetta eiginlega bara ekki það sem að þig vantar hjá Bakkus að finna fyrir að liðið að lesa þig út af kortinu og bara þetta bara... Við erum alltaf að tala um alla naglana, það bara alltaf verið að koma með nýtt naglabox fyrir okkur. Ég veit ekki hver kallaði þetta hjá Hyper en vá hvað þetta var perfect kall. Þetta var, já. Loksins fara Bakkus að reyna eitthvað. Þeir taka shortið í gunrandi og þá akkurat labbaðir út monster. Labba líka bara út. Þetta svo sorglegt fyrir Bakkus. Þetta svíður sko, en þetta ekki endilega á þeim sko, þetta bara Hyper að spila góðan leik sko. Þarna erum við loksins með round hjá Hyper sem þeir fengi ekki bara frítt af því að Bakkus gerði eitthvað slæmt. Þetta var bara geggja call. Gott call og það þeir fá 3 kills og bara entry út frá því inn á sætið og roundið ofan á það. Nú 2 eftir Blaster og Nobren og þeir eru bara að spara fyrir næsta round. Þeir geta ennþá gert eitthvað virðulegan helming fyrir sig en þeir eru eftir T-liðina. Þá svolítið lítið, já. Það núna þegar ég pæli í það var engin monster smoke. Ég veit ekki hvort kannski var þetta ekkert kall út á spawni, kannski var þetta bara, heyrðu það engin monster smoke löppum. Búinn að vera einhver monster smoke? Mér finnst bara eins og... Já, þú meina hannig? Mér bara finnst ekkert, sko, við náttúrulega erum kannski ekki alltaf búin að sjá og fara að snemma framalega á... Núna ætla ég að horfa... Fylgstu með því? Ef það ekki monster smoke, nei, hann kemur. Þarna kemur hann, já. Ok, ég ætla að segja, sko, ef Bakkus spilar óupast það lítið... Já, nei, það getur ekki. Það rétt sér, þetta bara farið. Það hlaut að vera monster smoke. Alltaf var einhver með hann á hreinu hérna, en það aftur púst á B og þetta skiptir bara í gegnum smókin. Það rétt sér eftir að hafa farið út frá engum smók. En þetta samt meira, já, vittu, koma bræðirnir 2 og sækja sér hérna mögulega. Já, það bara þannig fullt hús hjá bræðirunum og þeir sækja 3. roundin fyrir Bakkus. Það nú búið að pumpa smá lífi í þá hérna. Og ennþá hægt að gera góðan helming, 5-7, ég meina það allt í lagi. Þú ferði yfir síðan í T-sætið og þann getur þið stjórnað tempónu nema Hyper kom bara með einhverja vörð. Og bara, ég sé þá samt ekki fyrir mér vera jafn framalega strax í byrjun. Nei, ég man rétt, þá þeir mjög aftarlegir sko og spila meira upp á að fá þig til sín. Svona ef maður grípur... Það svolítið langt síðan ég spilaði á móti Hyper í Overpass, þannig að ég manna ekki almennilega sko. Ég bara að fara út frá þessu leik sko, svona ef maður horfir á rytman hjá þeim, þá finnst það svona stefna í það. Líka þeir vita að það búið að ganga þeim best, það að spila, já, nokkuð passífir, vinna með killinn, Overkur gerir það sama, það gerir þetta tvist, það farið að líta aðeins betur út hjá Bakkus núna, 5-2. Og gæti verið betri leikur. Þið heima voruð búin að missa trú eða Overkur on? Og hann heldur áfram að sækja bara. Sko, þetta lítur meira út eins og Bakkusögunum með í kvöld en Blaster hann neglið þetta niður. Þeir mátt alveg gera svona 5 á móti 1 og það 1 round eftir þegar hann nægan pening ekki sama hægt að segja á Hyper. Þannig að að fara að koma eitthvað call hjá Hyper núna, eitthvað snemmt. Já, ætli þeir fari ekki bara að bíða aftur. Það hefur virkað vel fyrir þá, sérstaklega með pislum. En það var Kiro svolítið æstur í að píka í vappan. Það var gæi bak við hann með flask sko. Þetta hefði getað farið mun betur en ég kannski aðeins svo neikvæður í dag. Nei, þeir eru farnir að skjóta okkur niður allavega, kannski bara heyrt í okkur. Það bara fínt, það vaknaði einhver. Það vantaði eitt svona Óli Overkur bara að hlaupa með vappan og drepa 3. Þetta ekki alvöru Bakkusleikur ef það gerist ekki allavega einu sinni ef ekki bara í heilan hálfleik sko. Það geta allir nóskópa, en það geta ekki allir verið jafn Overkur. 4-7 og við erum í enn einni tech-pásunni og vonum að þetta sé stutt. Já. Ekki bara það, heldur að komið í gang. 1 round eftir á þessum helming og það núna. Lélegri peningur hjá Hyper en þeir eru ekki ennþá með neitt
ákveðið virðist vera. Þeir eru svona aðeins að hanga þetta í kring. Óli mjög framlega. Já, hérna. Núna það allt að koma. Yes sir. Þetta bara að líta, já, betra seint en aldrei. Ég hef sagt þetta áður þegar ég horfa á bakvis. Langar í þessa byssu en ég veit ekki af hverju. Það frekar að spila með AK-na 1-3. Getur hann þetta? Nei, Senni í bak, hann býst aldrei við því. Það er rétt. Mér finnst ótrúlega að Senni sé ekki búinn að pusha lengra því að þú ert aldrei sem Terri í þessari stöðu, þú ert aldrei að búast við að flankið sé komið nema kannski núna. Ég held að það sé kannski frekar að þeir vilja bara ekki missa þetta rotate en Ninja Dog með hnífinn uppi. Þetta getur... Æ, hann er að horfa í ranga átt. Sérst að enginn á skjánum hans með 4. Þeir eru búin að klera líka. Þeir eru allir í Þetta þýðir bara eitt, það eru allir leikmenn hjá Hyper CS að spila stretch því að enginn spottaði þetta nema við hérna heima. Spilar þú stretched? Ég spila Black Bars. Spilar þú Black Bars? Ég spila Black Bars. Það finnst mér galið sko. Mér finnst þið svo... Okay. Ég spila líka sko seinasta season að því ég er latur og ég nenni ekki að skipta skjánum út þegar ég spila CS. Þá var ég actually að spila á Black Bars á Ultrawide með 144 Hz. Spilaði heilt tímabil þannig, það var alveg... Black Bars á Ultrawide, ertu þá í native? Eða þú veist, þetta er bara að ruggla við þetta. Ég er mjög stóra svarta bar, vinstra megin á hægðanum, ég get sagt það. Það er svoleiðis. Já, maður nennir ekki að skipta skjá Ég skil það. En ég skil ekki að... Þetta er rættilegt. Kiro spottar hana, þetta er ekki fyrsta skipti sem við sjáum hann með dúlurnar. Blaster hins vegar, hann er að gera góða hluti þarna, flott entry á honum, það er þristur, ekki bara það, þristur og Senni finnur einn í viðbót, þeir vita hvar Kiro er, núna 1-4 og þetta er bara að líta út eins og leikur. Já, Hyper eru byrjað að viffa, það er bara gott fyrir Bakkus og Bakkus eru byrjað að hitta, ég meina það var ekki eins og Hyper áttu mikið sjens í killin, ég meina þeir voru bara dauðir eiginlega á fyrstu 3 skotunum. Það er líka klassískt pistolón, ég meina þeir láta eins og þeir séu að rusha A, ná að beita Hyper inn á shortið og vinna svo bara fætuna á shortinu. Já. Flott round. Já, algjörlega. Blaster með fjarka og bara hleypur þetta með glokkuna. Klikk, klikk. Klikk, klikk. Það eru 2 fluss, það er A-play. Það er svo leiðis. Og Bakkus er að hafa á í andliti. Og neiturnar eru ekki nógu djúpar aðeins og snemma. Hér kemur flassið, blindar einn mann sem á að sjá að halda þessu, en hann breytir einhverju hinnir mennir eru komnir og það er bara refsa þessu. Þeir eru nú allavega betri að refsa pislunum á þessari lið. Já. Enginn í stólnum með þá? Enginn í stólnum. Já, ég veit ekki henni, sko 7-7, þetta er alveg vel geranlegt. Það fer auðvitað eftir vörninni hjá Hyper. Ég man ekki til þess hvort þeir hafi verið með eitthvað sérstakka vörn. Ef ég man rétt að verið mjög aftarlega og það er eitthvað sem að Bakkus geta alveg abjúsað. Þú sér það eins og hérna, Hyper eru í raun, þeir byrja roundið í toilet-setupi aftarlegir. Ég meina, ef það er ekki passív þá veit ég ekki hvað, sko. Nei, góða punktur. Og það er alveg, þetta er eitthvað sem að Bakkus geta að abjúsa. Þetta er eitthvað sem þeir eru góðir í að abjúsa líka. Þú sér að þeir eru bara búin að strauja 5, ekkert kontakt, þeir ættu nú að vita að ok, þeir eru 2 fjarka og rotatið er að koma, Snowy pikkar það upp 5-una. Þetta er þetta virkilega snöggur leikur hjá þeim á 5-inu og ég verð að segja, ég dýrka þetta. Og Closetin þeir ná killunum, þannig að Bakkus það er búið að refsa þeim nógu vel, myndi ég segja. Þeir gætu ná bombinu niður og geta gert gott úr þessu rondi en þeir þurfa að sækja sinn mann Johnny sem er hérna leit í bak en hann fær killið. Það er gott kill og ofvirkur heldur þessu gangandi en hann þarf ekki að halda þessu gangandi, hann þarf að klára þetta. Lítið eftir að HP og þarf að finna 1v1s. Kiro er að horfa á hann og gerir það bara vel hérna og sækir round nummer 8 hjá þeim, lætur þetta ekki falla fyrir þeim. Það eru þeir aftur komnir í forskot. Bakkus ná að jafna þá hérna, en
það strax tekið af þeim. Þetta samt orðin mikið virðulegri leikur hjá Bakkus. Já, þetta var bara mjög gott round hjá Bakkus og það sem næri þeim þarna er að þegar Hyper í toilet setupi þá eiga fjarkan. Þannig leið og þeir ná killinu þarna á rotatorinn, leið og Bakkus nær killinu á rotatorinn, þá þetta svolítið erfitt fyrir það því að þeir þurfa núna að vera að fæta í báðar áttir af því að þeir eiga í raun ekki fjarkan og lurkið í fjarkanum næri ekki almennilega að ná killunum á toiletið. Þannig að ég myndi ekki segja að Bakkus hafi gert eitthvað illa hana, þetta var bara gott setup hjá Hyper og flott round þannig að ég hafa báðum liðum. Ég er sammála, bara Bakkus að spila miklu betur fyrst mér núna og ég held að það sé eina leiðin til að þeir geti farið með þetta yfir þriðja mark og sjá hvort þeir komast upp með þetta. Þeir að byrja vel hérna. Lítur út fyrir að þeir geta strengt saman roundum. Snowy, hann einn eftir núna og þetta einmitt staðan þar svo vilt pússa en hann heldur þessu ennþá í 1v1, allt í lagi, ennþá mjög mikill skaði á Bakkus en held ég ekki nóg til að Hyper vilji meira. Þeir ætla nú samt að hanga aðeins hérna í kring, kannski skoða hvað þeir komast upp með en eins og segja, held að þetta round sé nokkuð öruggt fyrir Bakkus, bomban komið niður, tíminn byrjar að tikka og Drjóli skoðar aðeins hérna í kringu sig. Þeir hljóta að spara, ég veit ekki til þess að sé eitthvað þess virði fyrir það að drepa. Það væri þá eina ástæða fyrir að þú myndir reyna einmitt. Það bara, roundið svo ólíklegt að þú vilt eiginlega bara valla, taka sénsinn. Væri þess virði að þeir væru með stöðunar í það en þú ert ekki að fara að hella eitthvað úr tinginu og hefðinu. Einmitt. Leikmaður sem að fellur í kjölfarið þarna, þannig að þetta gott dæmi prósentunar í CS. Ég meina, það sem að útkláði þetta round var 1 flass. Því að Bakkus flassaði inn á shortið en Hyper gerði það ekki. Þannig að Hyper eru flassaðir þegar þeir koma hana út shortið og meðan að Bakkus eru ekkert hvítir. Og það vinnur roundið. 200 kallinn, skiptir máli. Það gerir. Þetta er nefnilega flushin eru svo mikilvæg á þessu háa leveli. Já, sérstaklega að kasta þeim, það er ekkert allir sem að gera það. Nefnilega, að kasta þeim líka fyrir aðra. Það er það sem ég meina kannski frekar. Það geta allir flassa fyrir sjálfa sig en ekki án þess að vera blindir sjálfur. Það er ég, Aftur aftarlega vörn hjá Hyper en þeir eru líka, þótt þeir að spila aftarlega, þeir eru alveg að halda í Monster Smoke-inn kemur auðvitað en eins og A-sætið er ekkert endilega að nota það mikið að utilið þeir eiga enda smoke á Hero. Bakkus reynir eitthvað að pota hana í B en þeir eru ekkert að fá neitt á móti. Gekkju Grenan. Þetta er önnur Grenan sem hefur komið hann á sjálftið og takka Johnny. Fæst og Hyper. Sérst að þeir spila þetta mapp á háa leveli. Þetta finnst allt vera stefni B-ið og meðan ofvirkur að leita á longinu. Það er bara ekkert í boði þar þannig að hann eiginlega bara að spila lurki eða ekki bara strax eða rotateið. Býttu nú eitthvað breyta þér til hérna og það getur verið út frá kóluna hans og þú sér það að Hyper þeir eru einu skref á undan allavega búnir að færa mennina sem þeir eiga til að gera. Og ekki bara það, gríðilegt info, Drjóli jumpspottar af 2 og þá keyra þeir inn. Ég held að sé allt í botn núna, engin ástæða til að snúa við núna. Þetta er bara eini sénsinn, en þeir eru 3 komnir inn á site, no brain, reynir að gera gott úr þessu og það er Drjóli sem að sér að negla 9. rándi fyrir Hyper. Callið allt í lagi en Hyper voru einu skref undan. Þeir voru búnir að komast að því að þetta var rotate, heyra í því og eru bara fljótar að rotata. Já, countersmokin hana út á trukkinn. Ég meina, Bakkus voru ekkert búin að gera það mikla pressa á A-inu og Hyper voru líka búin að spila aftarlega þannig að hann á ennþá smoke. Ég meina, þessi smoke, hann eyðileggur tempóið í teikinu hjá Bakkus og þurfa allt í einu, það tefur nógu lengi til þess að rotatorinn komin trukk líka. Geggju vörn hjá Hyper. Komast inn og já, þurfa ekki að reteika allt sætið. Líka bara byrjaðir í því miðju actioni. Aftur bara í toilet-settuminu strax í fyrirnáðinu. Það er svo geggjað. Samansettum við sáum á hann. Þetta er það sem að einn hengur og það sést kannski byssun á honum en býst aldrei við þessum manni og býttu hvað gerir Giro? Hann spreyja 4 niður á sekundu. What? Á 1 sekundu? Jaha.
Rándið var allir bara búið. Var þetta ekki kaup? Nei, þetta var, jú, var þetta ekki, jú, Pistol Armor kannski. Hvað það verið? Þetta allavega átti ekki að gera svona rætt. Hann var með AK, þetta lítur að hafa verið bara 4 hausar, sko. Þetta var insanely fljótt. Ég var ennþá að bíða eftir bara setupinu eins og bara... Ok, þeir breytt setup núna. Þeir ekki taka tíu fyrir tech-rushið. Þeir átt saman í smá vandamálum. Það búið að taka út Róla og Kiro nær reyndar að leysa úr pressunni. En missir sætið, langt í rótið. Þetta bombplant. Og með að bomba það niður, þá komið timer og það var bara mögulegt. Það var allt í henni búið snúið sem við, en já, timer eða ekki, þá þeir komið nú og snemma þannig að þeir eru ekki ennþá spá í tímanum. 3 og 4 í þetta retake. Þetta einmitt það sem ég segi oft við, sko, ég ætla ekki að segja þetta í beinni útsendingu, núbba vini mína. Þeir spila ekki CS, sko, en ég segi alltaf, sko, þetta snýst svo mikið í ígónum. Fyrst og fremst, bomba niður, peningur. Já. Svo megið þeir reyna að vinna rándið í svona 1v1 skilju. Þetta náttúrulega, ég meina, getur breytt alveg hvernig staðan situational skilju, en fyrst og fremst finnst mér mikilvægast að koma bombinu niður, horfa á þetta sem auka pening, auka ránd, öll killur plus. Þegar bomban komið niður, þá pressan hinum megin. Já, akkurat, og þessi timer ekkert sem bomban gefur, þeir ekkert endalaus. Já, og bara gulls virði. Já, með pressu þá koma mistökin og með mistökum þá vinnur við. Það þannig. Þetta já, Bacchus eru núna 3 rándum á eftir þeim. Þetta alls ekki ómögulegt. En Hyper eru á, vappstríki núna, þannig að þeir eru, þeir eru bara 2 ránd til að loka seríu. Já, þeir eru bara sem pushaði short, ok. Þægileg opnir hérna hjá Bacchus, en henni strax streyta hinum inn á kortinu. Það Snowy sem að finna vappagilið, Overkus sér að halda þessari línu núna. Og ég held að það sé ekki mikið að fara sig. Færi allavega ekki killið á sig, en nú er hann búinn að spotta 2 leikmenn. 2 pissur sem að að taka þarna á hann. Hann getur eiginlega ekki tekið þetta rotate. Snowy heldur þessu, leipur hann ekki í burtu. Og með því eiginlega gefið hvaða sæti þetta átt að vera. Johnny og Nobrain núna 1-2 bomba niður í monsterinu. Og hér kemur svingið á Kiro og þetta bara bull hvað það hitti þessu skoti. Það no way að þetta moment error á milljón, sko. Ég bara, nei! Hvar uppfærslu þar? Nobrain þetta... ég finn svo til með þeim, sko. Ef þeir sjá þetta replay, þetta var líka bara svona, þú veist, frekar að skjóta heldur en ekki. Ég ætla bara að koma í burtu. Já. Ok, ég þykk þetta. Þetta var svona, var þetta ekki haus líka? Jú, þetta var bara haus, bara fyrsta annað skotið líka bara. Áferð. Þeir Bacchus, þeir þurfa að leysa vandamálið sem þessi vörn því að ég sé ekki á þeim að þeir séu með rít á hvernig vörninni á Hyper því að þeir fá infóðuna í sensarándi að þeir voru 2 á A-inu, þannig að þeir max 2 á B-inu, en þeir voru bara ekkert reddið til að taka neitt svæða á B-inu og þeir líka voru bara búin að sitja á slottinu í 40 sek að gera ekki neitt annars. Það þannig að þeir eru meira sér að opnaðir hérna, það eru 1,5 sem að fellur, þetta force kaup hjá þeim, þetta eina rándi sem getur gert úr þessu og það lítur alls ekki vel út. 3 eftir, Johnny, Blaster og Sunny á móti heilu Hyper CS liði. Johnny allavega gerir þetta mögulegt, en ennþá eru við ómögulegir á að taka þennan sigur. Það lítur allt út fyrir að Hyper CS komið sigurinn. Blaster þarf að gera kraftaverk 1 á móti 4, mínúta eftir. Hann með bombuna, hann líka með mann í bakinu á sig þess að vita það. Trúlega því nú vel að búin að heyri í honum. Það hann ekkert búin að fara lengt það er opnunum það. Sko. Hann með bombu? Hann með bombu, en hann ekki, sko, málega Blaster þarf að leita af öllu og nú steppar hann og drjóli á að heyra þetta. Yes, hérna kemur það, stoppar og hendir plantinu niður. Það fyrir niður, 1 á 4 núna.
Eitthvað drólið en nær þessu ekki. Drólið sem opnar, drólið sem klötsar og drólið sem lokar fyrir Hyper CS. Þeir eru að sækja, held ég, 3. leikjaseríuna sína í deildinni hér síðan við byrjuðum. Ég held að það sé rétt að mér. Eða nummer 2. Var það nummer 2? Það er örugglega nummer 2. Þeir unnu Vega. Þeir unnu Vega. Og þannig. Það fer aftur yfir í challenge mode stíin. Þessi tveir sko. Þeir eru búin að vinna 3-5 núna þá vantarlega. Þetta var allavega sannfærandi hjá Hyper CS. Train. Já, ég myndi skorlænið í Overpass var meira close en leikurinn var, ætla ég að segja. Ég er sammála því. Þetta var ekki 13-8, þetta var, feelingi var meira svona 13-5 sko. Sérstaklega að því að Bakkus eiginlega komu bara, þegar að pressan var komin í gang, bara þegar að þetta var reyndar, þeir löguðu helminginn, það var held í 7-2 eða eitthvað, svo var það allt í... Já, 2 seinustu ránd þannig í fyrirháleik sem að proppa aðeins skorinn þeirra upp og svo unnið þeirra þetta pistolið. Einmitt, og gátu fengur smá momentum, en þetta var bara aldrei nógu mikið til að koma boltanum rúllandi. Nei, og þetta voru mikið svona ránd þar sem að þeir voru ekkert endilega búin að leysa, hvað það var sem að þeir þurftu að gera til að vinna. Þetta var meira bara svona einhvern veginn, ofvirkuð með 3K eða gott rush í pistol eða eitthvað svoleiðis. Þetta var ekkert eitthvað svona, þeir eiginlega setupið eða eitthvað svoleiðis sko. Maður býst alveg við þessu öllu frá þessum leikmönnum eins og segir. Auðvitað eru þessi highlights alltaf að fara að gerast sko. En það þarf meira, þú þarft aðeins meira. Ég ætla að spyrja það einu, var vítóið örlögin hjá Bakkus? Hefðu þeir geta gert sér sjálfan greiða líka með því að breyta aðeins vítóinu? Já, ég veit ekki alveg, hvaðan þetta train pick kemur. Ef ég þurfti að giska þá voru þeir að vinna sögu í train í seinustu viku, en Saga eru ekkert gott train team. Þannig að það að þeir vinna sögu, kannski hefur það gefið þeim eitthvað svona aðeins meira confidence í mappinu eða hvað, en það var, fyrir mér var svo mikið af möppum í púlinu sem þeir hefðu getað valið í staðinn og það hefði verið mun betra. Ég meina, Dust 2 var opið, Nuke var opið, og Dust 2 er líka, Hyper spilar ekki Dust 2 alveg eins og hvernig Bakkus spilar ekki Overpass. Þannig að 100% hefði þeir getað gert betra vító og ég vil meina að vítóið er alveg mikilvægur partur á leiknum sko. Já, ég meina sérstaklega, Overpass er eins og sagðir, þeir spila ekki Overpass. Já, en þú ræður ekkert hvað hitliðið pikkar sko. Auðvitað ekki. En þeir hefðu getað, ímyndaðir mappool þar sem að þeir pikka Dust 2 og svo kannski Nuke Last. Decider, já, þannig að þá ertu með Dust 2 sem er líklegt að þú vinnir. Sem er eiginlega bara courtesy, að þú farir inn á móti liðið sem spilar ekki Dust 2. Það er svona að þú ættir að vinna það. Ef þú vinnur það ekki, þá hefur ekki átt chance í seríuna hvað sem er. Og svo áttu næst besta mappið þitt, ef ekki besta mappið þitt í Deciternum sem væri þá Nuke. Og meira segja gæti vel verið að við höfum séð þetta hjá mörgulið sem að vinna fyrsta mappið, fá bara þetta momentum skilur. Já. Hyper CS litu betur út en Bakkus í þeirra einn mappikki og það hefði alveg geta verið öfugt hefði einmitt Bakkus tekið fyrsta mappið sitt hefði það verið Dust 2 Train þess vegna og þaðan unnið kannski Overpass. Já, og við vorum að tala það mikið í seinustu viku þegar við vorum að horfa á Bakkus söguleikinn. Ég meina, þeir voru að vinna Train en þeir litu ekkert vel út. Það er alveg mikið af vandamálum sem að svona þeir þyrftu að laga á þeir byrja að pikka Train. Einmitt. Þannig að það er kannski meira sem að skipta máli á þeim er að vera bara með einfalt mappool sem þeir eru væntanlega með. Ég meina, var ekki einsinn sem þeir banna út fyrst? Jú. Það er permabann hjá þeim með það. Já, þeir bara, ég held að þeir hafa bannað í öll skipti nema 1 og þá var það að þeir hitlið spilaði ekki einsinn eða var með það sem permabann líka. Þá leyfðu þeir að fara í gegn skilur til að eiga smá slag. Já. Þannig að það er kannski bara það að Bakkus, ég meina, ef þú ætlar að vera með 2 möpp sem þú bara spilar ekki, þá máttu ekki hleypa þeim í gegn heldur. Nei. Þeir fóru þetta inn í vítöðu með það í huga að við getum unnið Train. Það er ekki eins og það hafi pikkað það vitandi, við erum ógeðslega lélegir Train. Nei, alls ekki. En þú ættir auðvitað að reyna að spila út viðtöðu, sérstaklega á móti liðið eins og Hyper sem er með mjög, það kemur ekkert á óvart hvað þeir banna í viðtöðu. Ég meina, ég fór í gegnum viðtöðun þeirra og þeir hafa bannað sama mapp
í öllum vítónum. Þeir hafa alltaf bannað Mirage fyrst og Dust 2 í seinna skiptið. Bara alltaf sama? Bara alltaf. Ok. Þannig að, já, svolítið, jú, ég held að Bakkus hefði kannski átt betri séns með Dust 2 inni en á sama tíma, hver veit. Svo getur vel verið að við erum að ofugsa þetta og einhver hafa bara mætt og sörur þetta. Strákar, ég var að spila Overpass, ég fíl þetta, sko. Ég taka leika á hana og geggja þér. Það getur bara vel verið að þetta sé bara eins einfalt á það. Já, ég er auðvitað bæjast að þegar ég er að spila og þegar ég er að keppa þá pæli ég ógeðslega mikið í vítóinu. Já, en ég held að það sé enginn sem að pælir jafn mikið í vítói í leikjum sem að þeir spila og ég geri. Þannig að fyrir mér er það kannski stærri partur heldur en hjá þeim. Svo er þetta líka dagsformið að kannski eru þeir búin að vera að taka ykkur að face-it-leiki og mikið að treyna og þeim gengur vel, skilur við. Það getur líka verið. En það er yfirleitt þannig með þessi lið sem að spila mikið saman að þau eru yfirleitt alltaf með vító líka. Þú viltu auðvitað vera, ef þú ert að spila sem lið, þá viltu vera með hvar eru við sterkastir og líka bara að æfa öll sömu. Maður sér ekkert öll lið gert út í heimi nema þau sem eru búin að vera lengi saman. Geta þá farið að henda inn 7. og 7. mappinu líka í vídeó sitt eða prakka þá og hafa þá kannski svona surprise picks. Þegar nú ert að fækka veikleikunum en þú ert að byrja á því að byggja styrk áður en þú ferð að gera það. Já, eða bara pikka besta mappið þitt þegar það er opið í vídeóinu. Já, og ekkert ofugsa þetta meira það. Það þarf ekkert að vera neitt flóknar en það, sko. Nei. Og ég held að það þurfa ekkert að vera neitt flóknar hjá okkur en að bara loka þessu sjói alltaf með pönnin, en það er þannig okkur að við þökkum kærlega fyrir leikinn í kvöld og til hamingju aftur með sigurinn Hyper CS. Ég ætla að henda út MVP-inu áður en við lokum, ég gleymi því, en ég ætla ekki að gleyma því. Hver á það að vera? Nú ætlaði þú ekki að henda því út? Já, þú veist ég sko. Herru, Drjóli. Já, það að vera Drjóli eða Snowy líka. Snowy var góður í train og hann, ég meina, þeir voru mikið að skilja hann einan eftir í vörninni á A bara með vappan og það gekk alveg bara vel og þú veist, þeir náðu aldrei að lesa vörnina á A, þannig að Snowy eða Drjóli. Snowy eða Drjóli? Já. Gefum Snowy þetta. Snowy? Já. Hann alltaf, ég man eftir honum í treinin líka, hann var með bombuna á ævinu og hann var snemma, hann var einmitt, það er í byrjun leiksins, hann tekur strax svona krúsi fyrir þá. Já. En já, meira verður ekki. Þakka kærlega fyrir okkur í kvöld og við sjáumst aftur í næstu viku. Það er á þriðjudaginn. Þið verður að horfa á ljósleiðaradeildina.